Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Forseta hefur borist bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1586 fjármögnun og framkvæmd aðgerðaáætlunar gegn matarsóun frá Steinunni Þóru Árnadóttur. Einnig hefur borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1465 sjóði á vegum ráðuneytisins og stofnana þess frá Hildi Sverrisdóttur. Að lokum hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1574 verklag lögreglu og sérsveitar ríkislögreglustjóra frá Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur. Útbýttir á fundinum þingskjali 1708 landsbyggðarlán Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar skriflegt svar innviðaráðherra, þingskjali 1808 framhaldsskólar fyrirspurn flutningsmaður Vilhjálmur Árnason, þingskjali 1809 velsældarvísar fyrirspurn flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir og þingskjali 1810 skimun fyrir krabbameini fyrirspurn flutningsmaður Bergþór Ólason. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Herra forseti, það aldeilis líf og fjör í borgin okkar í dag. Erfitt að komast og svona, við erum að taka hér á móti öllum helstu ráðamönnum Evrópu. Evrópuráðið nánast eins og það leggur sig með öllu því sem því fylgir. Við ætlum að færa úkraínsku þjóðinni sjúkrahús, færanlegt sjúkrahús til þess að bjarga því sem bjarga verður á vígvellinum í þeirri ógn og þeim hryllingi sem þar ríkir. Ég segi, virðulegi forseti, við getum gert svo margt fyrir marga, en stundum væri líka allt í lagi að líta okkur nær. Hvenær hefur forsætisráðherra kallað saman alla formenn þingflokkanna og óskað eftir því að við legðum hug okkar og hjarta í það að reyna að vernda og koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll ungmenna hér af völdum ópíóða? Hvenær hefur það gerst? Ég segi, ef við getum þetta, þá getum við gert svo miklu meira. Hvar eru ráðamennirnir okkar núna þegar við þurfum að taka utan um samfélagið okkar sem blæðir í okurvöxtum og verðbólgu og unga fólkið okkar sem deyr hér ótímabærum dauða á besta aldri? Það sem búið að eitra fyrir því, bæta eitri, fentanýl út í kókaín, einstaklingar sem ekki einu sinni fíklar og eru kannski jafnvel að pröfa í fyrsta eða annað sinn að djamma með einhverju eitri, og það dauðans alvara fyrir þau. Hvar eru íslenskir ráðamenn hér og nú? Hvar eru þeir? Ég segi bara, virðulegi forseti, ef við erum bær til þess að gera allt fyrir alla, þá eigum við líka að gera það hér heima og sannarlega ekki síður en annað. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, tek undir allt sem fyrri ræðumaður sagði hér og bæta þess við. Nú að verið að halda þennan blessaða fund hérna í Hörpu. Gott að blessa með það. Okkur var sagt hérna fyrir áramót að það myndi vera 500 milljónir í aukaðan kostnað vegna út af svona viðbúnaði lögreglu, en sá kostnaður virðist vera komin í einhverjar miklu meiri hæðir núna án þess að í rauninni einhver hafi samþykkt það þegar allt kom til alls. Þegar þinginu sagt að það mun kosta 500 milljónir aukalega, en kostnaðurinn síðan miklu meiri, þá eitthvað skrítið í gangi. Það líka eitthvað skrítið í gangi þegar að lögreglan að leggja kaup á hríðskotabyssur. Ekki bara út af þessum viðburði, heldur til að eiga síðan varanlega eftir þennan viðburð. Það einhvern veginn búið að gerast smám saman í svona hænuskrefum að lögreglan búin að vígbúast og til hvers og fyrir hverja í alvöru. Það talaði skipulagða glæpastarfsemi, en skipulagða glæpastarfsemi gegn hverjum beinist hún? Hún beinist ekki gegn almennum borgurum. Alls ekki. Beinist svona ákveðið á milli kannski glæpahópa eitthvað þvílíkt. Almennir borgarar þurfa ekkert að óttast hana. Lögreglan sem slík þarf ekkert að óttast hana heldur.
skipulögð glæpastarfsemi vill ekkert vera í einhverju stríði við lögregluna. Lögreglan á að geta vopnast gegn skipulagðri glæpastarfsemi og þarf þess ekki. Það eru fullt af öðrum leiðum til þess að takast á við við þann vanda sem við erum að glíma við hérna, heldur en að vopnvæðast. Vopnaðast með byssum, vopnaðast með orðræðu, með hræðsluáróðri. Við verðum að gera betur en þetta. Það má ekki gerast að við þokumst smá saman upp í eitthvað vígbúið samfélag sem er í rauninni bara til þess að þjóna fólki sem að fær einhverja öryggistilfinningu við að sjá lögreglu sem er vopnuð og þeim finnst hún vera að starfa fyrir þá. En það eru rosalega margir sem eru í þeim sporum að finnast ekki lögreglan starfa fyrir sig. Og þannig vígbúnaður lögreglu er ekki öryggistilfinning fyrir það fólk. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson tekur til máls. Virðulegur forseti, að flytja til Íslands á tankskipum, illa menga loft og blanda því við okkar hreina vatn og dæla niður í jörðu í og við vatnsból okkar við Straumsvík er sóðaskapur og heimska af verstu gerð. Til að dæla niður illa mengandi kolsýringu sem er lyktarlaust eitrað lofttegund þarf 25 tonn af íslensku hreinu vatni fyrir hvert tonn af illa mengandi innanlofti. Í fyrsta áfanga á að dæla 500.000 tonn, í öðrum áfanga 1 milljón tonn og í þriðja áfanga 3 milljóna tonna og til þess af 75 milljón tonn af íslensku hreinu vatni. Á sama tíma hefur verið að flytja með mengandi skipum sorpið okkar til Evrópu og jafnvel Asíu þar sem plast okkar fer í illa mengandi plastflóð sem þar eru og allt þetta gert í okkar boði. Í þessu illa mengandi máli mætti veita bronsverðlaun fyrir heimsku, silfurverðlaun fyrir að vera aðeins heimskari og gullverðlaun fyrir að vera heimskastur. Því í nokkra klukkustunda eldgoss á Reykjanesi gerir þessa vatnsmengun á okkar hreina vatni að engu. Þá mega þeir einnig verið í þessa illa þokkandi verðlaunakapphlaupi heimskunnar þeir sem láta fossa blóð í mera og hvalaslóð og trúðu mér, virðulegur forseti, það er ekki vel meint því þeirra gjörðum græður gróðafíknin ein ekkert annað. Að níðast á einu dýri til að fá afurðir til að geta níðast á öðru dýri er dómgreindarbrestur af verstu gerð og bara hrein og klár illska og sem okkur hér á Alþingi er til háborinnar skammar. Ein sú furðulegasta hugmynd sem fæst hefur hjá ESB er að sala á mengunarsyndar-aflausnarbréfum í formi upprunaábyrgðar fyrir þá sem menga með kjarnorku, kolabrennslu og olíu. Þetta er gert til þess að hinir verstu umhverfissóðar geta logið að þeir noti hreinu orku frá okkur og við skreytum okkur með kjarnorku og kolabrennslu frá þeim í staðinn. Að segjast framleiða vöru hér á landi með hreinni orku má ekki borga fyrir það 20 milljarða króna og það hefur rétturinn þess verið tvíseldur nú þegar til Evrópu, umhverfissóða sem nota kjarnorku, kola og kol til brennslu. Hverjar sitja svo í súpunni? Jú, og blæða, borga fyrir hana, bæði peningum og heilsu, jú, almenningur og þá bitnar það mest á eins og alltaf þeim fátækustu. Og að því gefnu tilefni ríkisstjórn hættið að skatta fátækt. Til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Helgi Héðinsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á í ljósi þeirra áskoranna sem hér eru ræddar í dag að minnast Tryggva, bróður míns sem féll fyrir eigin hendi þennan dag fyrir 3 áratugum. Því miður bíða þau grimmu örlög að dauðinn sé betri en lífið, allt of margra, og við eigum sem samfélag að leggjast á eitt að hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Í því samhengi vil ég ræða eina stærstu ógnina sem að okkur steðjar þessar mundir og veikir getu okkar til að styrkja stoðir samfélagsins, verðbólguna. Verðbólgan er á fleygiferð og við finnum öll fyrir því á eigin skinni. Vextir hækka, greiðslubyrði lána þyngist, matarkarfan verður sífellt dýrari og mörgum reynist erfitt að ná endum saman. Húsnæðismarkaðurinn, þar sem framboð hefur ekki mætt eftirspurn langt skeið, hefur verið drifkraftur verðbólgu síðustu misseri. Markaðsbrestur er ríkjandi og það er mjög aðkallandi að tryggja aukið framboð húsnæðis sem mætt getur fjölbreyttum þörfum fólks. Íslendingar þekkja allt of vel hvað áhrif verðbólga getur haft ef ekki tekst að kveða hana niður. Í því ljósi verður það að vera algjört forgangsmál að grípa til aðgerða sem styðja við Seðlabankann í þeirri viðleitni að ná verðbólgunni niður.
Enginn kærir sig að skilja Seðlabankann eftir með sitt breiðvirka en sársaukafulla meðal vaxtahækkanir einan eftir í súpunni. Við viljum ekki frekari vaxtahækkanir. Fjárlaganefnd Alþingis hefur nú til umfjöllunar fjármálaáætlun fyrir árin 2024 til 2028. Þar eru öflug verkfæri til að verjast verðbólgunni. Við eigum að treysta aðhaldið og tryggja nauðsynlega tekjuöflun. Við eigum að hægja ferðina með niðurfellingu ívilnana og skattaafslátta á þeim stöðum þar sem milljarðar renna í vasa sem þurfa ekki á þeim að halda. Slík aðgerð sendir skýr skilaboð aga og samstöðu á krefjandi tímum og við eigum að ganga fram með góðu fordæmi. Tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Virðulegi forseti, ferðamannasumarið að hefjast og við sjáum það í bókunum í gistingu, rútum og bílaleigubílum á ferðinni og litríku vindjökkunum í miðbænum. Og þegar við keyrum landið þá sjáum við ferðamenn allt land, oft í nýjum aðstæðum og oft í hættulegum aðstæðum. Og maður fer að hugsa öryggismál allt land. Og þegar kemur að öryggismálnum þá margt sem þarf að huga að. Heilbrigðisþjónustan allt land, staða viðbragðsaðila og gott fjarskiptasamband, það skiptir gríðarlega miklu máli. Margar bílaleigur kynna síðan íslenskar aðstæður fyrir viðskiptavinum sínum og við erum með vefsíður til að koma upplýsingum til skila og það eru góð skref. En samgöngur og fjarskipti eru risastór púsl í öryggismálum hjá okkur. Ég gæti staðið hér lengi og nefnt ýmiss konar verkefni sem brýnt að ráðast í vegna öryggismála á landinu, en ég vil nýta tímann í að koma bara með dæmi og ég ætla til dæmis að tala hér Blönduósflugvöll. Hann kemur mjög oft upp í umræðinu öryggismál vegna þess að hann skiptir gríðarlegu máli fyrir sjúkraflug á sínu svæði. Hann á milli heiða og þær heiðar eru oft lokaðar vegna veðurs og það getur hver mínúta skipt máli þegar upp kemur slys. Önnur heiðin var til dæmis lokuð í gær, Holtavörðuheiði, og það maí. Maður á nú ekki alveg von á því í maí að heiðar verði lokaðar. Á flugvellinum ekki malbik og því skapast oft erfiðar aðstæður fyrir sjúkraflugið og úr þessu þarf að bæta sem fyrst. Það eru mörg önnur verkefni í samgöngumálum og til að nefna til dæmis nokkur í mínu kjördæmi sem ég myndi vilja spjalla lengi þá eru Baldur, Fljótagöng, mörg göng á Vestfjörðum, Sundabraut, en við tökum bara betri umræðu það þegar samgönguáætlun kemur. En það sem skiptir mestu máli í umræðu samgöngur eru öryggismálin. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, í dag sagan skrifuð hér á Íslandi þegar helstu þjóðarleiðtogar Evrópu hittast í Hörpu til viðræðna. Umstangið verulegt og eitthvað sem við höfum svo sannarlega ekki vanist hér áður. Það greinilegt að skipulagið gott og þeir sem hafa staðið að baki fundinum eiga hróf skilið. Á fundi sem þessum leggja leiðtogar pólitískan ágreining til hliðar, byggja upp persónuleg tengsl og móta sameiginlega sýn fyrir frið í Evrópu. Evrópuráðið hefur því mikilvægir hlutverki að gegna að gæta mannréttindum, lýðræði og alþjóðlegar reglur séu virtar. Það ekki hægt að ofmeta mikilvægi fundi sem slíka. Sem þessa. Þegar leiðtogar þjóða safna saman á einu stað fá þeir einstakt tækifæri til þess að efla skilning, tengjast og byggja upp traust. Á sama tíma senda þeir öflug skilaboð til borgaranna og alþjóðasamfélagsins mikilvægi þess að standa saman grundvallar mannréttindi. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum það helsta málefni fundarins að ræða innrás Rússa í Úkraínu. Hvernig bæta megi það tjón sem Rússar hafa valdið og hvernig draga megi þá til ábyrgðar fyrir þessi voðaverk. Ef viðræður ganga vel gert ráð fyrir að undirritun verður sameiginleg yfirlýsing sem líklega fær nafnið Reykjavíkuryfirlýsingin. Við eigum að vera stolt yfir því á Íslandi að vera valið til þess að hýsa þennan merka viðburð, alveg eins og Ísland var valið á sínum tíma til að hýsa fund milli Ronalds Reagans og Mikhail Gorbachev. Enn á ný Ísland og Reykjavík sameiningartákn friðar. Það ekki að ástæðulausu sem friðarsúlan var reist í Viðey. Ísland á að vera og sá staður í heiminum þar sem helstu leiðtogar geta komið saman og lagt áhyggjur sínar á borð og leita lausna. Yfir því getum við verið stolt.
Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, háttvirtir þingmenn og kæra þjóð. Ég vil lýsa yfir áhyggjum mínum af því hversu auðvelt það fyrir erlenda aðila að kaupa íslenska jörð. Sellar minningar þegar átti að selja Grímsstað á Fjöllum fyrir ferðamannaparadís sem betur fer var komið í veg fyrir og við veitum ekki hvernig það hefði getað endað. Mér dettur ennþá í hug það er erlendur breskur aðali sem á talsverðar jarðir á þessu landi og hann hefur lýst því yfir að hann hafi keypt þær með þeim tilgangi að vernda laxastofninn og ég veit ekki hvað og hvað. En á einhverjum tímapunkti mun þessi erlendi aðili falla frá og þá munu þeir sem eftir standa vilja ábyggilega selja jarðirnar hæstbjóðandi. Og við höfum ekkert með það að segja hvað verður, hvað skeður. Ég vil meina það að við þjóðin eigum eiga forkaupsrétt á öllum jörðum sem seldar eru. Ég veit að erlendis sumstaðar það þannig að það má engin útlendingur eiga svo mikið sem 1 fersentímetr í þeirra jörð, í þeirra landi. Og ég hefði gjarnan viljað að það væri sú regla hér á þessu landi okkar, því við vitum ekki hvað getur skeð ef að erlendir aðilar komast yfir stór landsvæði og geta farið að gera hér alls konar hluti sem við höfum enga stjórn á. Þess vegna það nú þannig að ég mæli með því að við Íslendingar tökum fyrir það að útlendingar geti keypt íslenska jörð. Takk. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, leiðtogafundur Evrópuráðsins hefst í dag. Það hefur ekki farið fram hjá neinum enda sögulegan viðburð að ræða. Fundurinn aðeins 4. leiðtogafundur Evrópuráðsins í 74 ára sögu þess. Samkvæmt stofnskrá Evrópuráðsins með leyfi forseta ráðinu ætlað að efla samvinnu aðildarríkjanna með það að markmiði að standa vörð mannréttindi, styrkja lýðræðislega stjórnarhætti, efla mannleg gildi og almenn lífsgæði Evrópubúa. Rík áhersla hefur verið lögð á að auka skilning og samkennd meðal íbúa álfunnar á grundvelli sameiginlegrar arfleiðar. Þetta eru göfug markmið, enda ráðið stofnað í kjölfar hörmunga heimsstyrjaldarinnar síðari þegar Evrópa var í rústum og ekkert annað í stöðunni en að horfa fram á veginn og leggja allt á vogarskálarnar til að endurtaka ekki þær hörmungar. Nú aftur stríð í álfunni og Ísland hefur mikið ábyrgðarhlutverk með formennsku sinni í Evrópuráðinu. Helstu markmið formennsku Íslands að efla grundvallargildi Evrópuráðsins og standa væntingar til þess að fundurinn skili raunverulegum niðurstöðum sem varða ábyrgð rússneskra stjórnvalda vegna stríðsreksturs þeirra í Úkraínu. Lögð áhersla á að efla vinnu ráðsins meðal annars hvað varðar lýðræði, réttinn til heilnæms umhverfis og vernd mannréttinda þegar kemur að þróun gervigreindar. Það kemur heim og saman við sérstakar áherslu formennsku Íslands umhverfismál, réttindi barna og ungmenna og jafnrétti. Virðulegi forseti, í gær héldu nokkrir þingmenn stjórnarandstöðunnar ræður undir liðnum fundarstjórn forseta. Þar var meðal annars kallað eftir því að forsvarsfólk ríkisstjórnarinnar væri í þingsal vegna óundirbúinna fyrirspurna og látið eins og forsætisráðherra gerði sér það að leik að taka á móti leiðtogum annarra þjóða, eins og það hafi ekki þýðingu. Ég velti því fyrir mér hvort það séu ráðleggingar formanns flokks sem talað hefur fyrir Evrópusamstarfi áratugaskeið að Ísland dæmi sig til áhrifaleysis á alþjóðasviðinu með því að taka ekki þátt. Í mínum huga útilokar ekki eitt annað. Jú, við þurfum að takast á við mörg þjóðþrifamál hérna heima og við erum að því. En gleymum því ekki að stórar ákvarðanir sem varða hag þjóðarinnar oft teknar á alþjóðasviðinu. Það ábyrgðarhlutur stjórnvalda að leggja sitt af mörkum við slíka ákvarðanatöku og undan þeirri ábyrgð skorast ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ekki. Tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, í dag stór dagur í sögu Íslands en líka stór dagur í sögu Evrópuráðsins. Þegar leiðtogar aðildarríkjanna funda hér á landi en aðeins 3 sinnum frá stofnun ráðsins hafa leiðtogarnir komið saman til fundar. Evrópuráðið sjálft fundar reglulega. Nú eru fjölmargir sem gera sér ekki fulla grein fyrir tilurð Evrópuráðsins og fyrir hvað það stendur en til þess var stofnað í maí 1949 í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Og eru aðildarríkin nú 46 eftir að Rússum var vísað úr Evrópuráðinu í kjölfar innrásar þeirra inn í Úkraínu.
Meginhlutverk Evrópuráðsins er að efla samvinnu og ekki síður samkennd meðal aðildarríkjanna með höfuðáherslu á mannréttindi, lýðræðislega stjórnarhætti, mannleg gildi og almenn lífsgæði íbúa álfunnar. Þar á meðal er rætt umhverfismál, fjölmiðla, réttarkerfið, menntun og menningu og félagsleg réttindi, svo dæmi séu tekin. Samvinna Evrópuráðsríkjanna er í margs konar formi. Gerðir eru alþjóðasamningar eins og Mannréttindasáttmáli Evrópu, Félagsmálasáttmáli Evrópu, sem ætlað er að hafa áhrif á löggjöf aðildarríkjanna og stjórnkerfið allt. Þannig hafa þessi samningar haft afgerandi áhrif á lífsgæði okkar hér á Íslandi, okkar þegnanna, og verndað okkar grundvallarréttindi. Ísland er fullvalda ríki og í krafti fullveldis er það þátttakandi í viðlíka samstarfi og Evrópuráðið er. Ég tel það skipta máli að við séum einmitt virk í þessu samstarfi því við höfum margt að miðla. Og ég ber þá von í brjósti að út af þessu fundi komi skýr skilaboð til alþjóðasamfélagsins mikilvægi lýðræðis og mannréttinda en ekki síður til rússneskra stjórnvalda fordæmingu á árásarstríði þeirra á Úkraínu og mögulega stríðsglæpi af þeirra hálfu. Já, herra forseti, ég er stoltur gestgjafi og ég óska þeim sem halda utan þennan risastóra viðburð góðs gengis. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, tekur til máls. Herra forseti, það eru erfiðir tímar hjá mörgum núna í skugga hárrar verðbólgu og vaxta, ástand sem því miður sér ekki fyrir endan á. Ríki og sveitarfélög fara ekki varhluta af þessu, beint í kjölfar kórónuveirufaraldursins sem hafði verulega íþyngjandi áhrif á reksturinn. Og á svona tímum væri óskandi að stjórnmálamenn, bæði núverandi og fyrrverandi, reynda að hemja þórðargleði sína yfir ástandinu í stað þess að ýkja það eins og hugmyndaauðgin og orðaforðinn ræður við. Líkt og aðrir kjörnir fulltrúar Alþingis ver ég stórum hluta tíma mínum í að greina ríkisreksturinn og hvaða úrbætur eru í boði þar. Veit að slæma stöðum á rekja bæði til hagstjórnarmistaka stjórnvalda og til ytri aðstæðna. Veit að það eru fleiri en ein leið til að bregðast við og þær falla ólíkum hagsmunaaðilum mismunandi vel í geð. Og þó ég geti verið hvöss í gagnrýni minni á aðgerðir og aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar, þá þyrfti heldur betur ýmislegt að ganga á áður en ég færi þá leið að fullyrða með gífuryrðum að pólitískir mótherjar hefðu sett ríkissjóð á hausinn, að Ísland væri gjaldþrota og það væri ekkert annað eftir fyrir okkur en að slökkva ljósin og flýja land. Það er dapurlegt að fylgjast með sumum pólitískum andstæðingum borgarstjórnar sem virðast líta á borgarbúa sem leikmuni fyrir fýlupúka með fortíðarþrá. Og sem betur fer falla kjósendur í Reykjavík ekki fyrir þessu. Skoðanakannanir sýna að þau vilji ekki órökstudd gífuryrði og annað kjaftæði. Eins og tölulega staðreyndir sýna er staðan í fjármálum Reykjavíkur ekki eins slæm og í flestum nágrannasveitarfélögum. En þær sýna líka að það þarf að gera betur fyrir Reykvíkinga. En umfram allt eiga Reykvíkingar þó skilið að málsmetandi fólk hætti að tala borgina niður við öll tækifæri og láti sig á þeirri vegferð engu skipta hvað er rétt og hvað er rangt. Hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn Einarsson tekur til máls. Herra forseti, við skulum ræða hér störf þingsins nú þegar einhver stærsti alþjóðaviðburður Íslandssögunnar er að hefjast í Reykjavík, leiðtogafundur Evrópuráðsins, 4. fundurinn sem haldinn er í 74 ára sögu ráðsins. Og eðlilega eru þingstörf með einhverju öðru sniði og dagskráin breytist eitthvað af augljósum ástæðum af þessum sökum. En það er eins og, herra forseti, það hafa ekki allir hv. þingmenn áttað sig á mikilvægi fundarins og umfangi hans hjá íslenskum stjórnvöldum og áhrifum á íslenskt þjóðlíf. Nokkrir þingmenn hreyfðu við því hér í gær undir liðnum fundarstjórn forseta að kvarta yfir því að ríkisstjórnin væri fjarverandi og það væri ekki mikilvæg mál á dagskrá. Fyrir utan að þetta er auðvitað alrangt, þá lýsir þetta ákveðnu skilningsleysi á mikilvægi þess fundar sem nú er að bresta á. Það var hreyft við því og því kastað fram að þó svo að alþjóða stjórnmál eða samstarf væri mikilvægt,
þá þyrfti samt að hafa fókusinn á tiltekin mál. Ég trúi því ekki, herra forseti, að það farið þannig með þingflokk Samfylkingarinnar til dæmis. Það séu allir þingmenn þeirra skoðunar að sá fundur sem hér nú haldinn í Reykjavík sé ekki mikilvægur. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir fór ágætlega yfir það hér í ræðu rétt áðan. Það voru fín orð. Það er ekki hægt að láta eins og sá fundur sem nú haldinn í Reykjavík sé eins og einhver fundur sem ráðherrar skreppi til meginlandsins og þurfi að mæta á í Brussel eða Strasbourg. Þetta er ekki þannig, herra forseti. Og þetta var frekar ómerkilegt upphlaup. Við skulum því miklu frekar einblína á það sem skiptir máli hér í vikunni í störfum þingsins. Það er að þessi fundur takist vel og ríkisstjórn og stjórnvöld verði landi til sóma, en að þessi líka fundur verði til gagns og skili árangri í þau verkfæri að Evrópa feti sig nær friði. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir tekur til máls. Hæstv. forseti, ég átti þess kost að sækja kynjaþing Kvenréttindafélagsins liðna helgi. Þar var fjallað mjög mörg áríðandi mál, en mig langar að vekja athygli á einu þeirra hér, og það er virðismat kvennastarfa. Það er án nokkurs efa mikilvægasta verkefni á íslenskum vinnumarkaði að útrýma þeim launamun sem stafar af kynskiptingu hans og þess að hin svokölluðu hefðbundnu kvennastörf eru metin til lægri launa en hefðbundin karlastörf. Tökum eitt dæmi úr samtímanum af handahófi úr sveitarfélagi á Íslandi. Karl sem er starfsmaður íþróttamannvirkis fær meira en 1.000.000 krónur í mánaðarlaun. Kona sem starfar á leikskóla er með minna en 500.000 krónur í mánaðarlaun. Hér er bara virðismatið komið í hnotskurn. Virðismatið í samfélaginu sem segir okkur að mannvirki skipti meira máli heldur en uppeldi og aðhlynning barna og ungmenna. Það þarf nefnilega, hæstv. forseti, að greiða konum mannsæmandi laun. Aðeins þannig geta konur átt einhverja von á því að fá sömu ævitekjur og karlar, en ekki vera 20% lægri eða jafnvel 25% lægri eins og þekkist nú stundir, vegna þess að konur á lágum launum, þær fá líka lág eftirlaun. Þær fá líka verri réttindi á vinnumarkaði og þær eru ósköp einfaldlega snuðaðar réttmæt laun fyrir mjög mikilvæg störf í íslensku samfélagi. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson tekur til máls. Virðulegi forseti, nú standa yfir verkföll hjá fólki sem sinnir ómissandi störfum í samfélaginu, í leikskólum, grunnskólum, þjónustu við fatlað fólk og svona mætti lengi telja. Þetta eru mikið til konur, flestar með laun á bilinu 420 til 70.000 krónur og hafa litla möguleika á yfirvinnu. Framundan eru svo kjaraviðræður á almenna og opinbera markaðnum við mjög krefjandi aðstæður á tímum mikillar verðbólgu, hárra vaxta og húsnæðiseklu, og ríkisstjórn Íslands getur ekki látið eins og þetta komi henni ekki við. Það eru stjórnvöld og löggjafinn sem móta rammann og leikreglurnar í samfélaginu og það er á ábyrgð stjórnmálanna að reka hér efnahags- og velferðarstefnu sem stuðlar að stöðugleika í samfélaginu, stöðugleika á vinnumarkaði og halda úti sterkri almannaþjónustu og velferðarkerfi sem virkar. Og forseti, við eigum ærin verkefni fyrir höndum og leiðtogafundur Evrópuráðsins leysir ríkisstjórnina ekkert undan þeim. Við þurfum að vinna á verðbólgunni með skynsamlegum aðhaldsaðgerðum, með sanngjörnum sköttum á hæstu tekjurnar, arðgreiðslurnar og auðlindarentuna. Við þurfum að taka fast á húsaleigu okri með leigubremsu og réttarbótum fyrir leigjendur. Við þurfum að styðja við tekjulág og skuldsett heimili með því að lyfta upp hámarki vaxtabóta. Við þurfum að lengja fæðingarorlofið í skrefum og gera reiknireglurnar í kerfinu sanngjarnari. Við þurfum að stokka upp í almannatryggingakerfinu, stöðva kjaragliðnunina og draga úr ósanngjörnum skerðingum sem bíta neðst í tekjustiganum.
Það verður engin þjóðarsátt hérna á Íslandi án öryrkja og eftirlaunafólks. Við getum ekki sætt okkur við að þessir hópar séu enn og aftur skildir eftir. Og síðast en ekki síst þarf ríkisstjórn Íslands að sýna að henni sé alvara í húsnæðismálum. Full fjármagna rammasamninginn sem gerður var við sveitarfélög um húsnæðisuppbyggingu og endurvekja trúna á að markmið þessa samnings náist. Og svo þarf að klára á þessu löggjafarþingi þau frumvörp sem samið var gefa sveitarfélögum heimildir til að tryggja blandaða byggð óháð eignarhaldi lóða, vinda ofan af skaðlegum breytingum sem voru gerðar í desember á frumvarpi húsaleigulög og lögfesta tímabindingu uppbyggingarheimilda til að sporna gegn því að verktakar liggja á lóðum án þess að uppbygging fari fram. Þetta aðeins brotabrot af þeim verkefnum sem framundan eru í efnahags- og velferðarmálum og virðulegi forseti, ríkisstjórnin getur ekki bara gefist upp á þeim. Það eru gerðar kröfur til hennar hér í þessum sal og út í samfélaginu og ég kalla eftir því að ríkisstjórnin sýni forystu í þessum efnum sem öðru og taki verkefni sitt alvarlega. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Friðjón R. Friðjónsson. Virðulegi forseti, í gær gaf Hagstofan út tölur kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningunum sem haldnar voru á síðasta ári. Eins og vænta eru tölur Hagstofunnar áhugaverðar. Við sveitarstjórnarkosningarnar 2022 voru á kjörskrá 276.593 einstaklingar og greiddu 173.733 þeirra atkvæði. Fjölgun á kjörskrá milli kosninganna 2018 og 2022 voru 28.650 sem umtalsverð fjölgun. Kosningaþátttakan var nokkuð lægri en í sveitarstjórnarkosningunum 2018 eða 62,8% samanborið við 67,6%. Sveitarstjórnarkosningarnar eru ólíkar þingkosningunum að því leyti að erlendir ríkisborgarar hafa kosningarétt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Og fyrir kosningar 2022 voru réttindi erlendra ríkisborgara aukin mjög. Milli kosninganna 2018 og 2022 fjölgaði erlendum ríkisborgurum á kjörskrá 18.582. En þegar þátttakan þeirra er skoðuð sjáum við að erlendir ríkisborgarar greiddu tvöfalt fleiri atkvæði 22 heldur en 2018. En vegna þess að þeim fjölgaði þrefalt hrundi kosningaþáttakan í þessum hópi úr 18,4% í 13,6%. sem minnkun rúmlega fjórðung. Næstum allt fall í kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningunum 2022 má skýra með minni þátttöku erlendra ríkisborgara. Okkur sem göngum að þessum réttindum vísum mistókst augljóslega að upplýsa nýja kjósendur ný réttindi. Við verðum að gera betur næst. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil bjóða velkomna til leiks aftur hér á Alþingi Íslendinga hv. formann Samfylkingarinnar sem fór mikinn í gífuryrðum í gær störf ríkisstjórnarinnar og spurði hvað væri eiginlega í gangi. Virðulegi forseti, mér það bæði ljúft og skylt að upplýsa hv. formann það sem ríkisstjórnin hefur gert síðustu misserin. Í fastanefndu þingsins eru yfir 50 ríkisstjórnarmál til umfjöllunar, þar með talið frumvarp til að rýmka fyrir veitingu dvalar- og atvinnuleyfa, frumvörp sameiningar ýmissa stofnana, úrbætur á póstþjónustu og frumvarp til að auðvelda tæknifrjóvganir og notkun kynfrumna og fósturvísa. Þá hafa ráðherrar lagt fram stefnumótandi áætlanir í fjölmörgum málaflokkum, svo sem matvælaframleiðslu, landbúnaði, geðheilbrigðismálum, þekkingarsamfélaginu og síðast en ekki síst ríkisfjármununum. Í gær lögðu svo formenn og fulltrúar allra flokka fram þingsályktunartillögu kaup á færanlegu neyðarsjúkrahúsi fyrir Úkraínu. Hv. formaður vildi einnig fyrir sér hvað hefði gerst á Alþingi síðustu vikur og mánuði. Hæstvirtir ráðherrar urðu við beiðnum hv. flokkssystkina formannsins að ræða sérstaklega kjaragliðnun og verðbólgu og stýrivaxtahækkanir. Þá hafði hv. formaður tækifæri til að spyrja ráðherra spjörunum úr undir dagskrárliðnum óundirbúnar fyrirspurnir en kaus að taka ekki þátt í þeim dagskrárlið. Hvernig hægt að kvarta yfir því að ráðherrar ríkisstjórnarinnar sitji ekki fyrir svörum þegar þeir hinir sömu sitja hér í þingsal og það ekki mætt til leiks til að spyrja þá spurninga? Formaður Samfylkingarinnar lét þau orð falla hér í gær að það væri svo ríkisstjórnin væri búin að gefast upp, en þá hlýt ég sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar að beina þeirri spurningu til hv. formanns Samfylkingarinnar hvort að þau séu kannski búin að gefast upp.
Forseti vekur nú athygli á því að ef þingmenn nota ræðutíma sinn í störfum þingsins til þess að beina einhverju til annarra þingmanna sem kallar á viðbrögð, spurningu eða annað, þá er eðlilegt að gefa viðkomandi þingmanni það til kynna fyrirfram þannig að viðkomandi þingmaður geti brugðist við. Það er ekki óvanalegt að í störfum þingsins bregðist þingmenn við einhverju sem fram hefur komið áður hér í umræðum í þinginu eða í fjölmiðlum eða annars staðar. En ef boltanum er skotið til baka með einhverjum slíkum hætti þá er mælst til þess að þingmenn láti viðkomandi þingmann vita sem orðum er beint til. En fleiri eru ekki á mælendaskrá í fyrsta dagskrármálinu störfum þingsins. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, vegna þess sem forseti var einmitt að segja hérna að það sé nú í lagi að svara því sem hefur framkomið áður, þá er það líka svo að í þingsköpum eins og kemur fram í góðu bókinu okkar hv. þingmaður, með leyfi forseta, í þingsköpum eru ákvæði að forseti geti vítt þingmann ef hann talar óvirðulega forseta Íslands eða ber þingið, ráðherra eða einhvern þingmann brigsl, yrðum eða víkur með öllu frá umtalsefninu. Nú er það svo að nokkrir þingmenn komu hérna upp í störfum þingsins og töluðu einmitt fundarstjórnina sem var hérna í gær. En þar var það að það var búið að boða komu fjármálaráðherra hérna á föstudaginn síðastliðinn, sem hverfur síðan allt í einu af listanum yfir þá ráðherra sem ætla að mæta hérna og standa fyrir svörum. Og það sem var beðið að það yrði settur aftur á óundirbúinn fyrirspurnatími seinna í vikunni til þess að geta átt þessar umræður. Nú er komið og látið eins og það sé verið að segja að þetta hafi verið einhver gagnrýni á það að ráðherrar hafi verið að mæta á Evrópuráðsfundinn. Það var búið að tilkynna það á föstudaginn síðastliðinn að fjármálaráðherra ætlaði að mæta hérna og hætti síðan við. Auðvitað kvörtuð við yfir því, að sjálfsögðu. Ef hann vissi ekki sjálfur að hann ætlaði ekki að mæta á annan fund, af hverju var þá verið að tilkynna að hann ætlaði að mæta hingað? Og ef hann gat þá það ekki, allt í lagi, boða þá óundirbúinn fyrirspurnatíma seinni í vikunni. Það var það sem var beðið um. Við hætta þessu. Forseti vill upplýsa vegna þess sem fram kom í ræðu hv. þingmanns Björns Leví Gunnarssonar að fyrir mistök komu þau skilaboð frá Stjórnarráðinu til skrifstofu þingsins að fjármálaráðherra yrði á listanum yfir ráðherra sem væru til svara í óundirbúnum fyrirspurnum í gær. Fjármálaráðherra hins vegar fór úr landi á sunnudaginn og verður erlendis í opinberum erindum í vikunni, þannig að það var upplýst gagnvart þingflokksformönnum leið og þinginu bárust þær upplýsingar þegar að mistökin voru leiðrétt, bara þannig að því sé haldið til haga. En hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, ég vil taka undir þær athugasemdir sem komu hér fram í máli hæstv. Forseta. Þau orð sem hér voru látin falla í gær af hálfu formanns Samfylkingarinnar eiga sér auðvitað þær skýringar að hæstv. Fjármálaráðherra hvarf út af dagskránni rétt áður en þingfundur hófst. Þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að passa betur upp á. Annars vil ég nú bara geta þess vegna þess að mér sýnist hv. þingmenn stjórnarliðsins ætla hér allir að beina orðum að þingmanni sem er fjarverandi, að hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir er fjarverandi einmitt vegna þess að hún er að eiga samskipti við þjóðarleiðtoga í þessum töluðu orðum. Það er nú ástæðan fyrir því að hún er ekki hér. Mér finnst athyglisvert hvernig þingmenn stjórnarliðsins stökkva upp á nef sér og gera einmitt orrahríð að fólki sem getur ekki svarað fyrir sig hér. Ef ekki eru fleiri sem vilja ræða fundarstjórn forseta, þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, skipulagslög, uppbygging innviða, stjórnarfrumvarp 144. mál, þingskjal 1703, breytingartillaga 1769, 3. umræða. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti, ég vil leggja hér fram breytingartillögu við frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123 frá árinu 2010, uppbygging innviða.
en er að ræða lagatæknilega lagfæringu sem hljóðar svo að 2. málsliður 4. málsgreinar 7. greinar A orðist svo að ekki þó skylt að taka saman lýsingu samkvæmt 1. málsgreinar 11. greinar C. Ég ítreka að hér eingöngu að ræða hreina lagfæringu og legg til að hún verði samþykkt. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, heilbrigðisstarfsmenn, tilkynningar heimilisofbeldi, stjórnarfrumvarp 856. mál, þingskjal 1328, nefndarálit á þingskjali 1807, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir hönd velferðarnefndar fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012, varðar tilkynningar heimilisofbeldi. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 17. grein laga heilbrigðisstarfsmenn sem fjallar trúnað og þagnarskyldu og lagt til að skýrt verði kveðið á í lögum heilbrigðisstarfsmenn að þeir hafi heimild til að tilkynna lögreglu heimilisofbeldi að beiðni sjúklings. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og barst umsagnir. Greint frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill nefndin árétta sérstaklega að nefndin fjallaði að markmið frumvarpsins væri mikilvægt. Það að segja að uppræta heimilisofbeldi og styðja við þolendur slíks ofbeldis. Mikilvægt sé að auka upplýsingaflæði frá heilbrigðiskerfinu til lögreglu í þessum málum til að vernda og styðja þolenda og draga úr líkum á ítrekuðu ofbeldi. Því þarf að skýra betur þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks og heimildir þess til miðlunar upplýsinga. Nefndin leggur áherslu á að auka þurfi samvinnu milli heilbrigðisstofnana og lögreglu í vinnu gegn heimilisofbeldi og telur frumvarpið mikilvægan lið í vinnunni gegn heimilisofbeldi. Þá fjallaði nefndin þagnarskyldu heilbrigðisstarfsmanna og hvort heilbrigðisstarfsmanni heimilt eða skylt að verða við beiðni sjúklings að tilkynna heimilisofbeldi til lögreglu samkvæmt ákvæði 1. greinar frumvarpsins. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 17. grein laga og samkvæmt 1. málsgrein 17. greinar skulu heilbrigðisstarfsmenn gæta fylgst þagmælsku allt það sem þeir komast að í starfi sínu heilsufar sjúklings, ástand, sjúkdómsgreiningu, horfur og meðferð ásamt öðrum persónulegum upplýsingum. Þetta gildir ekki bjóði lög annað eða rökstudd ástæða til þess að rjúfa þagnarskyldu vegna brýnnar nauðsynjar. Fyrir nefndinni var rætt að ákvæði 1. málsgreinar 17. greinar verði að túlka með tilliti til 2. greinar Mannréttindasáttmála Evrópu en þar segir að réttur hvers manns til lífs skuli verndaður með lögum. Í þessu ákvæði felst jákvæð skylda íslenska ríkisins til að vernda líf einstaklinga. Þá mælir Istanbúl-samningurinn fyrir að mikilvægt sé að gera nauðsynlegar ráðstafanir með lagasetningu eða öðrum hætti til að tryggja að viðeigandi stjórnvöld meti hættu á dauðsfalli, alvarleika ástands og hættu á endurteknu ofbeldi svo að hafa megi stjórn á áhættunni og veita samhliða vernd og öryggi ef þörf krefur, samanber 51. grein samningsins. Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu má ráða að dómstóllinn leggur ríka áherslu á að stjórnvöld bregðist strax við ásökunum heimilisofbeldi með því að meta áhættu. Ef niðurstaða áhættumats sú að raunverulega og bráða lífshættu að ræða ber stjórnvöldum að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða. Ef að ræða staðfesta áhættu meðal annars litið til upplýsingamiðlunar og samvinnu viðeigandi stjórnvalda þegar lagt mat á viðbrögð aðildarríkis við heimilisofbeldi. Með hliðsjón af framangreindu telur nefndin rétt að undirstrika að það kann að vera að í tilvikum þegar ljóst að lífi sjúklings ógnað vegna heimilisofbeldis sé brýn nauðsyn fyrir heilbrigðisstarfsmann að tilkynna slíkt til lögreglu samkvæmt 1. málsgrein 17. greinar laga heilbrigðisstarfsmenn. Ákvörðun hvort brýn nauðsyn sé fyrir hendi hins vegar matskennd. Frumvarpinu því ætlað að leggja til skýrari lagastoð fyrir miðlun upplýsinga til lögreglu vegna heimilisofbeldis. Þannig eru auknar líkur á að lögregla fái nauðsynlega vitneskju heimilisofbeldi og geti veitt viðeigandi þjónustu og vernd. Með 1. grein frumvarpsins lögð til breyting
á 3. málsgrein 17. greinar að heilbrigðisstarfsmanni sé heimilt að beiðni sjúklings að tilkynna til lögreglu heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi sem ógnað getur lífi eða heilsu sjúklings. Við meðferð málsins í nefndinni var því álitaefni velt upp hvort æskilegra væri að kveða á skyldu heilbrigðisstarfsmanna til að tilkynna til lögreglu heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi að beiðni sjúklings svo það þyrfti ekki að vera mat heilbrigðisstarfsmanns hverju sinni. Í greinargerð frumvarpsins og í minnisblaði heilbrigðisráðuneytisins til nefndarinnar bent á að slík skylda geti verið vandkvæðum bundin og það hafi ekki gefið góða raun í öðrum ríkjum. Það sé því frekar í samræmi við hagsmuni þolenda að leggja til skýra heimild heilbrigðisstarfsmanna að beiðni þolenda í staðinn fyrir skyldu án samþykkis þolenda. Þannig sé hægt að koma í veg fyrir að þolandi veigri sér við að sækja sér heilbrigðisþjónustu og nefndin tekur undir þessi sjónarmið. Fyrir nefndinni var rætt hvaða úrræði væri til staðar ef heilbrigðisstarfsmaður til dæmis neitar að hafa samband við lögreglu þrátt fyrir skýra beiðni sjúklings eða gerir það ekki fyrir mistök. Bent var á að tilteknar skyldur hvíla á heilbrigðisstarfsmönnum í samskiptum þeirra við sjúklinga samkvæmt lögum og að starfsmannaréttarleg viðurlög geta legið við brotum gegn starfsskyldum. Með hliðsjón af framangreindu leggur nefndin áherslu á að að ræða heimildarákvæði sem ætlað að heimila undanþágu frá þagnarskyldu heilbrigðisstarfsmanna. Mikilvægt að það sé skýrt gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum hverjar afleiðingar kunna að vera ef ekki brugðist við beiðni sjúklings af ásetningi eða vegna mistaka. Nefndin telur þörf á að þetta verði fjallað við þróun verklags heilbrigðisþjónustu við móttöku þolenda heimilisofbeldis sem gerð grein fyrir í greinargerð frumvarpsins og verður innleitt á öllum heilbrigðisstofnunum landsins. Nefndin fjallaði að auki persónuvernd. Í greinargerð frumvarpsins segir að talið sé að frumvarpið sé í samræmi við 71. grein stjórnarskrárinnar sem fjallar meðal annars rétt til friðhelgi einkalífs, samanber einnig 8. grein Mannréttindasáttmála Evrópu og að ákvæðið uppfylli skilyrði laga nr. 90/2018 vinnslu persónuupplýsinga. Þá var fjallað mat á áhrifum frumvarpsins á persónuvernd en í greinargerð kemur fram að samkvæmt slíku mati ekki talið að frumvarpið feli í sér aukna áhættu fyrir persónuvernd skráðra einstaklinga. Vinnsla persónuupplýsinga muni fara fram hjá veitendum heilbrigðisþjónustu og lögreglu og að ræða stofnanir sem að gera ýmsar öryggisráðstafanir vegna vinnslu persónuupplýsinga í sinni starfsemi. Nefndin leggur þó áherslu á að huga verði að fræðslu til hins skráða, þ.e. þolenda heimilisofbeldis, samanber 17. grein laga vinnslu persónuupplýsinga og telur nauðsynlegt að litið verði til þessa við mótun verklags móttöku þolenda heimilisofbeldis á heilbrigðisstofnunum. Nefndin fjallaði jafnframt hvað felst í hugtakinu beiðni samkvæmt 1. grein frumvarpsins. Í umsögn Persónuverndar bent á vegna orðalags ákvæðisins verður að telja ólíklegt að unnt sé að byggja á samþykki hinna skráðu sem vinnsluheimild samkvæmt lögum nr. 90/2018 persónuvernd og persónuupplýsingar þegar vinnsla byggist á annars konar heimild en samþykki verður almennt ekki litið svo á að yfirlýsing hins skráða að hann fallist á Þegar vinnsla byggist á annars konar heimild en samþykki verður almennt ekki litið svo á að yfirlýsing hins skráða að hann fallist á vinnsluna þurfi að liggja fyrir. Engu að síður getur verið ástæða til þess að fyrir liggi umboð eða beiðni frá hinum skráða, einkum ef vinnslan getur haft íþyngjandi réttaráhrif eða tekur til viðkvæmra einkalífshagsmuna. Nefndin tekur undir sjónarmið Persónuverndar og beinir því til ráðuneytisins að huga að formkröfum sem gera þarf til skráningar beiðni sjúklings svo að hún sé skýr og afdráttarlaus. Nefndin tekur jafnframt undir sjónarmið Persónuverndar þess efnis að vinnuveitandi, það að segja hver heilbrigðisstofnun, teljist ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga sem að fara fram á grundvelli frumvarpsins. Virðulegi forseti, nefndin fjallaði einnig hvort æskilegt væri að skilgreina heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi frekar í frumvarpinu. Í skýringum við 1. grein frumvarpsins
Í greinargerð þess er að finna umfjöllun hvað er átt við með þessum hugtökum. Meðal annars kemur fram að þolandi og gerandi þurfa ekki að vera skráðir saman í sambúð til að heimilisofbeldi sé að ræða og þarf ofbeldi sjálft ekki að eiga sér stað á heimili. Og fyrir nefndinni var bent á að birtingarmyndir heimilisofbeldis og ofbeldis í nánu sambandi geta verið mjög fjölbreyttar og það getur verið erfitt að setja fram tæmandi skilgreiningu á heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi í lagatexta. Nefndin bendir á að æskilegt er að fjallað sé ítarlega birtingarmyndir heimilisofbeldis í fræðslu eða leiðbeiningum til heilbrigðisstarfsfólks. Loks ræddi nefndin hvaða ferli tekur við þegar heilbrigðisstarfsmanni er heimilt að beiðni sjúklings að tilkynna lögreglu heimilisofbeldi. Rætt var hvernig lögregla getur haft aðkomu að máli sjúklings, sem sagt með samtali við þolanda heimilisofbeldis, sé hún kölluð til á heilbrigðisstofnun og upplýsingagjöf. Ákvörðun kæru af hálfu brotaþola og rannsókn lögreglu kemur til skoðunar í framhaldinu. Nefndin telur mikilvægt að verklag og verkferlar tryggi leiðsögn til heilbrigðisstarfsfólks varðandi mögulega beiðni sjúklings og að verkferlar taki tillit til aðstæðna og þarfa ólíkra hópa samfélagsins þegar beiðni er skráð, svo sem fatlaðra og innflytjenda. Nefndin leggur áherslu á að frumvarpinu er ætlað að taka af vafa það að heilbrigðisstarfsmanni sé heimilt að beiðni sjúklings að tilkynna til lögreglu heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi. Tilkynningin virkjar þannig mögulegar heimildir lögreglu til athafna og þá sérstaklega að veita þolanda heimilisofbeldis nauðsynlega vernd og stuðning. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, Jódís Skúladóttir, Óli Björn Kárason, Halldóra Mogensen, Vilborg Kristín Oddsdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir, Ásmundur Friðriksson og Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, með þessu máli er stigið mikilvægt skref í þá átt að tryggja enn frekari aðstoð og stuðning við þá sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Við þurfum að stíga frekari skref og taka og öryggi þeirra sem verða fyrir heimilisofbeldi og þeirra barna sem búa við slíkar aðstæður. Að heilbrigðisstofnanir, félagsmálayfirvöld, menntastofnanir og lögregla geti átt enn frekari samstarf þegar kemur að þessum málum í framtíðinni, því stuðningur við þá sem verða fyrir þessum brotum skiptir öllu máli og að þeir upplifi sig örugga þegar þeir leita aðstoðar í kerfinu okkar og að það séu engin flækjustig og enn fremur að björgunarnetið sé styrkt og traust því það er okkur öllum til hagsbóta. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið, gerð stefnu móttöku skemmtiferðaskipa, þingsályktunartillaga, 383. mál, þingskjal 410, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég mæli fyrir þingsályktunartillögu gerð stefnu móttöku skemmtiferðaskipa. Undir þessa þingsályktunartillögu og flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu eru ásamt þeirri sem hér stendur hv. þingmenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Andrés Ingi Jónsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Sigmar Guðmundsson, Guðmundur Ingi Kristinsson og Orri Páll Jóhannsson. Þingsályktunartillaga þessi var áður flutt af Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur á 150. löggjafarþingi og endurflutt á 151. löggjafarþingi. Örvöxtur hefur orðið í íslensku ferðaþjónustu undanfarin ár en einna hraðastur hefur vöxturinn verið í umferð skemmtiferðaskipa og þjónustu við þau. Rekstur skemmtiferðaskipa er margbrotinn, flestir farþegar koma á stórum skemmtiferðaskipum og eru í skemmtisiglingu. Annar stór hluti þessara greinar eru fræðsluferðir á framandi slóðir undir leiðsögn fræðimanna á smærri skemmtiferðaskipum eða á svokölluðum leiðangursskipum.
Alls taka 24 hafnir víðs vegar á landinu á móti skemmtiferðaskipum. Langstærstar eru Sundahöfn, Akureyrarhöfn og Ísafjarðarhöfn. Á vefsíðunni Mælaborði ferðaþjónustunnar sem Ferðamálastofa heldur úti kemur fram að undanfarin ár hafi komum skemmtiferðaskipa til landsins fjölgað mikið því að skipakomur voru 284 árið 2014 en 725 árið 2018. Árið 2019 voru þær 864 skipakomurnar sem voru skráðar og árið 2020 voru skipakomurnar 42 og 2021 voru þær 439. En þessa miklu fækkun má rekja til heimsfaraldurs kórónuveiru. En síðan var það í fyrra, árið 2022, að skráðar skipakomur voru 931. Þannig að við sjáum hvert stefnir. Þau sem að þjónusta skemmtiferðaskip hafa kallað eftir regluverki og stefnumótun varðandi komu þeirra hingað. Enn sem komið hefur engin heildstæð opinber stefna verið mótuð móttöku slíkra skipa hér á landi. Örfá sveitarfélög hafa þó mótað sér einhverja stefnu í þessum efnum enda geta heimsóknir skemmtiferðaskipa haft umtalsverð áhrif á móttökusvæðinu. Engu að síður getur álag vegna skemmtiferðaskipa haft áhrif langt út fyrir einstök sveitarfélög. Þó að skemmtiferðaskip komi í höfn í einu sveitarfélagi eru algengustu áfangastaðir í skipulögðum dagsferðum frá skipinu fyrir utan hafnarbæina sjálfa og geti því orðið mikið álag á þeim stöðum á skömmum tíma. Flutningsmenn telja augljóst að þörf sé á skýrari umgjörð í þessum efnum því að komum skemmtiferðaskipa fylgja ýmsar áskoranir sem mikilvægt að bregðast við sem fyrst. Með opinberri stefnumótun gæfist tækifæri til að hafa frekari áhrif á uppbyggingu þessarar greinar. Með þingsályktunartillögu þessari lagt til að menningar- og viðskiptaráðherra skipi starfshóp til að móta stefnu móttöku skemmtiferðaskipa í samráði við umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, innviðaráðherra og dómsmálaráðherra. Þá lagt til að skipan starfshópsins verði tryggt að helstu hagsmunaaðilar eigi sæti í hópnum enda að ræða málefnasvið sem teygir anga sína víðar. Þannig verði gætt að því að fulltrúar helstu hagsmunaaðila eins og Hafnasambands Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Samtaka ferðaþjónustunnar, Cruise Iceland, Umhverfisstofnunar, Samgöngustofu, Umhverfisverndarsamtaka og Landhelgisgæslu Íslands eigi sæti í starfshópnum. Stefnumótunin skuli taka á fjárhagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum áhrifum skipanna. Og þá fjalli starfshópurinn sérstaklega þætti eins og landtöku utan hafna og hvort takmarka þurfi heimildir skemmtiferðaskipa til slíks, kröfur mengunarvarnir bæði þegar skip liggja við bryggju og meðan þau sigla innan landhelginnar, meðal annars með hliðsjón af markmiðum kolefnishlutleysi og því hvaða umhverfiskröfur þurfa að gera til skemmtiferðaskipa sem sigla við strendur Íslands og jafnframt öryggismál og neyðaráætlanir í tengslum við siglingar skemmtiferðaskipa kringum landið. Þá þarf að svara þeirri spurningu hvort takmarka eigi komu skemmtiferðaskipa til landsins, sérstaklega með tilliti til loftmengunar og kolefnisfótspor þessa ferðamáta. Ennfremur verði starfshópnum falið að gera úttekt á lagaumhverfi og skilgreina reglur þar sem nauðsynlegt að lagaumhverfi sé skýrt og ábyrgð verði skilgreind. Í stefnunni verði meðal annars nánar fjallað eftirfarandi þætti: fjárhagsleg áhrif, unnið verði greining á fjárhagslegum áhrifum skemmtiferðaskipa sem koma til landsins, sérstaklega verði fjallað tekjur og kostnað hafnayfirvalda vegna skipanna. Í öðru lagi landtaka skemmtiferðaskipa utan hafna í ljósi aukinnar ásóknar svokallaða leiðangursskipa mikilvægt að móta reglur landtöku þeirra utan hafna. Nú stundir engin tilkynningarskylda fyrir hendi og regluverk óskýrt. Þá hefur ekkert eftirlit verið haft með því hvar þau taka land. Dæmi slíkt landtaka skemmtiferðaskipa við friðland á Hornströndum
Þar hefur engin heilsársbúseta verið frá því miðja síðustu öld og svæðið allt friðað frá árinu 1975. Umhverfisstofnun hefur nú unnið stjórnunar- og verndunaráætlun fyrir friðlandið og verndaráætlun fyrir friðlandið en þar er landtaka skemmtiferðaskipa takmörkuð. Og í þriðja lagi mengun frá skemmtiferðaskipum. Setja þarf skýrar reglur varnir gegn mengun frá skemmtiferðaskipum auk þess sem koma þarf þeim kröfum sem gerðar eru á framfæri við skipstjóra og eigendur þeirra skipa sem heimsækja landið. Evrópsku samtökin Transport og Environment gaf út skýrslu mengun skemmtiferðaskipa í Evrópu í júní 2019. Í skýrslunni kemur fram að þau 203 skemmtiferðaskip sem sigldu sérefnahagslögsögu innan Evrópu árið 2017, þar af sigldu 72 þeirra til Íslands, hafi losað 62 kílótonn af brennisteinsdíoxíði, 155 kílótonnum af köfnunarefnadíoxíði, 10 kílótonnum af svifryki og meira en 10 megatonnum af koltvísýringi. Umræðan umhverfisleg og samfélagsleg áhrif skemmtiferðaskipa er á engan hátt bundin við Ísland. Norðmenn hafa samþykkt stefnu mun strangari kröfur útblástur og klóaklosun skemmtiferðaskipa í þeim fjörðum Noregs sem eru á heimsminjaskrá. Á Möltu eins og Íslandi er verið að skoða leiðir til að tengja skemmtiferðaskip við rafmagn þegar þau liggja við bryggju til að vinna á hratt vaxandi loftmengun sem talið er að skemmtiferðaskip valdi. Einnig er nauðsynlegt að horfa til þess að kolefnisfótspor skemmtiferðaskipa er umtalsvert. Mikilvægt er að skoða sérstaklega hvort ástæða sé til að takmarka komu skemmtiferðaskipa til landsins vegna þess að gera þurfi. Og í fjórða lagi þarf að fjalla öryggismál. Öryggismál skemmtiferðaskipa við Íslandsstrendur verði skoðuð sérstaklega. Úrræði eru til í ljósi reynsla annarra þjóða. Mikilvægt er að horfa til reynslu annarra þjóða í þessu samhengi og hvort tilefni til að aðlaga íslensk lögum annarra þjóða þar sem sett hafa verið strangari skilyrði skemmtiferðaskip, sérstaklega umhverfisþætti og takmarkanir í tengslum við þá. Það er lagt til að starfshópurinn skili skýrslu með tillögum til ráðherra eigi síðar en 1. maí 2023 en forseti, 1. maí er nú liðinn. Þannig að það þarf augljóslega að gera breytingar á tillögunni hvað varðar dagsetningar. Og síðan að ráðherra kynni stefnu sem byggð verði á tillögum starfshópsins fyrir Alþingi eigi síðan 1. nóvember 2023 og leggi jafnframt til nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf. Herra forseti, mér finnst líklegt að þessi þingsályktunartillaga verði send til hv. umhverfis- og samgöngunefndar frekar en atvinnuveganefndar en ég tel að þingfundaskrifstofa Alþingis finni út úr því. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það er kannski rétt byrjaði að þakka hv. þingmanni fyrir að leggja þetta mál fram og gera mér kleift að vera meðflutningsmaður enn og aftur á tillögu sem er meira en löngu tímabær. Hún var tímabær þegar hún leit fyrst dagsins ljós í nóvember 2019 og ef við lítum bara yfir þann tíma sem er liðinn þá, mikið óskaplega værum við í betri stöðu ef ráðist hefði verið í þessa greiningarvinnu í COVID-lægðinni sem varð í framhaldinu. Þar gafst stjórnvöldum tækifæri til þess að hugsa ákveðnar grunnforsendur upp á nýtt. Og hvað varðar komu skemmtiferðaskipa þá eru ótalmörg álitaefni sem hefði mátt takast á við á þessum tíma í samræmi við þá tillögu sem liggur hér frammi.
Þannig að þó að hv. þingmaður hafi mælst til þess að nefndin myndi breyta gildistökunni eða skiladeginum frá 1. maí 2023 vegna þess að sá tími er liðinn, þá hefði skilatíminn auðvitað átt að vera eitthvað tímann 2020 til þess að við hefðum verið með verkfærin til að takast á við vandann. Sem betur fer nú sumt af því sem nefnt í tillögunni til umræðu og sumt jafnvel komið að hluta til framkvæmdar. Mig langar að nefna til dæmis að við samþykktum hér fyrr í vor lög það að hafnir megi miða gjaldtöku við umhverfisframmistöðu skemmtiferðaskipa og séu þannig komnar með efnahagslegan hvata til þess að stýra því að grænni skip komi til hafnar en ella. Eins er til umræðu inn í umhverfis- og samgöngunefnd í tengslum við í rauninni óskylt mál samt. Þá er verið að skoða hvort sé hægt að útfæra einhvern veginn samspil á milli Landhelgisgæslunnar sem hefur eftirlitshlutverk með skipum þegar þau sigla inn og út firði hringinn í kringum landið, samspil á milli Gæslunnar og Umhverfisstofnunar til þess að koma einhverjum böndum á landtöku, sérstaklega á friðlýstum svæðum. Vegna þess að þau ráða nú ekkert öll við að fá mörg hundruð manns spígsporandi á viðkvæmu landsvæði. Það sem við höfum hins vegar ekki rætt á vettvangi þingsins sem talað í þessari tillögu en er samt aðalatriðið og það sem við þurfum að ná einhverri niðurstöðu í er stóra spurningin: hversu mörg skemmtiferðaskip ber landið? Það þarf að meta og það er mergurinn málsins í þessari tillögu. Það er ekki hægt að leyfa hafnarstjórnum hér og þar landið að stýra því hversu mikið við þenjum innviði á friðlýstum svæðum, hversu mikið við þenjum alla innviði ferðaþjónustunnar, oft í kringum tiltölulega lítil byggðarlög. Hvernig er staðan á Norðurlandi þegar eru 2 eða 3 stór skemmtiferðaskip í höfn á Akureyri og tugir hópferðabíla fara sömu leiðina austur að Goðafossi og austur eftir? Eru klósett fyrir þetta fólk allt saman? Er pláss? Þetta er stóra spurningin sem stjórnvöld hefðu þurft að svara varðandi ferðaþjónustu almennt, en þessi massa skemmtiferðaskip sérstaklega, athugun sem lagt er til í þessari tillögu að fari fram og er alveg gríðarlega mikilvægt að gerist hið fyrsta. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur út til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Virðisaukaskattur, hjálpartæki, frumvarp, 114. mál, þingskjal 114, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, herra forseti. En heldur Flokkur fólksins áfram að berjast fyrir réttlætinu, berjast fyrir þá sem eru minni máttar í samfélaginu. Hér legg ég fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988 með síðari breytingum, hjálpartæki. Með mér á frumvarpinu er gervallur þingflokkur Flokks fólksins, þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. 1. grein hljóði svo: Á eftir 6. málsgrein 2. greinar laganna kemur ný málsgrein svohljóðandi: Hjálpartæki samkvæmt 2. málsgrein 26. greinar laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008 eru undanþegin skattskyldu. 2. grein: Lög þessi öðlast þegar gildi. Í greinargerð með frumvarpinu er tekið fram að þetta er sem sagt í 4. sinn sem að þetta frumvarp er lagt fyrir Alþingi. Ég hef ekki náð, mér hefur ekki auðnast sú gifta að ná því alltaf að mæla fyrir málinu. Það hefur nú oftar en ekki verið fryst í hinni svo
víðþekktu frystikistu fastanefnda þingsins, eitt af þessum málum sem hefur sennilega ekki þótt við hæfi að greiða atkvæði gegn ef það hefði fengið að njóta lýðræðislegrar meðferðar hins háa Alþingis. En sem sagt, löggjafinn hefur aldrei, enn sem komið er, fengið að greiða það atkvæði. Með frumvarpinu er lagt til að hjálpartæki samkvæmt 2. málsgrein 26. greinar laga um sjúkratryggingar verði undanþegið virðisaukaskatti. Hugtakið hjálpartæki er samkvæmt ákvæðinu skilgreint sem hjálpartæki sem ætluð eru, og hlustið nú vel, herra forseti, takið eftir þessu. Þessi hjálpartæki, þeim er ætlað að draga úr fötlun, að aðstoða fatlað fólk við að takast á við umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun. Hvað þýðir þetta? Hvað er ég að reyna að segja? Ég er að segja það að viðkvæmasti þjóðfélagshópurinn, hópur fatlaðs fólks, er leynt og ljóst jaðarsettur hér í samfélaginu. Þetta er fátækasta fólkið, í flestum tilvikum þau sem hafa ekki ráð á því að fjárfesta í hjálpartækjum og fylgja eftir í rauninni þróun á þeim markaði sem hefur verið mjög svo hröð á mörgum sviðum og hefði í mörgum tilvikum geta auðveldað fötluðu fólki svo sannarlega lífið. Jafnframt þá verður þetta hjálpartæki að teljast nauðsynlegt, þetta sem við erum að tala um hér, nauðsynlegt og hentugt til að auðvelda athafnir daglegs lífs. Sjúkratryggingar Íslands greiða að taka þátt í kaupum á hjálpartækjum eftir ákveðnum reglum, samanber reglugerð nr. 1155/2013 styrki vegna hjálpartækja með síðari breytingum. En notendur þurfa gjarnan að greiða sjálfir fyrir hluta kostnaðarins og í því miður í mörgum tilvikum svo miklu stærri hluta. Markmiðið með þessu frumvarpi er að jafna aðstöðu notenda sem þurfa á slíkum hjálpartækjum að halda og létta efnahagslega byrði þeirra. Ég ítreka, við erum hér að stærstu leyti að tala um langfátækustu einstaklingana í samfélaginu í dag, jaðarsetta viðkvæma einstaklinga sem að við hér, löggjafinn, eigum alveg skilyrðislaust að taka utan um. Fjárveitingavaldið á alveg skilyrðislaust að sýna sóma sinn í því að reyna að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að auðvelda þeim lífið eins og kostur er. Við, stórasta, bestasta land í heimi, við sem tölum um jafnrétti, jafnræði og hvað eina, það er enginn eins frábær og við, en samt sem áður þá er það augljóslega mannaramerk í boði ríkisstjórnar hverju sinni að halda áfram, ekki bara múra þessa einstaklinga inn í rammgerðri fátækt, heldur líka múra þá inn í ákveðinni einangrun og útiloka þá frá því að geta tekið raunverulegan þátt í samfélaginu. Þannig að eins og ég segi að markmið frumvarpsins er að jafna aðstöðu notenda sem þurfa á slíkum hjálpartækjum að halda og að létta efnahagslega byrði þeirra. Áhrif frumvarpsins á tekjur ríkissjóðs eru ekki veruleg. En ríkissjóður greiðir nú þegar hluta þess virðisaukaskatts sem innheimtur er af þessum vörum. Þannig að mig langar til að koma hér með litla sögu, sanna sögu. Við erum nú oft að hittast í kaffinu okkar og við erum mjög félagslegi í Flokki fólksins. Við tökum á móti öllum. Það eru allir velkomnir til okkar og við höfum það venjulega gaman saman. En það koma líka þær stundir að til okkar leitar fólk sem á alveg óbóðslega mikið bágt. Og það er það erfiðasta við þetta starf, að geta hreinlega ekki tekið utan um þetta fólk sem er í góðri trú um það að það sé nóg að kjósa fulltrúa á hið háa Alþingi, að þá séum við búin að geta hrint í framkvæmd öllu því sem við boðuðum fyrir kosningar. En staðreyndin er sú, í lýðræðislegu þjóðfélagi, að þá er það í höndum kjósenda hvort að þeir gefa nákvæmlega þessum áherslumálum þessa einstaka þingflokks eða stjórnmálaflokks umboð
til þess að komast í þær álnir að geta hrint hlutunum í framkvæmd. Og í þetta skipti þá kemur til mín fullorðin kona. Hún kom með reikning, kvittun fyrir heyrnartækjum sem hún hafði fengið og var að sýna mig fram á það að hún var að reyna að fá að greiða þetta í mörgum bitum og mörgum áföngum vegna þess að hún hafði ekki efni á því að kaupa sér heyrnartæki. Hún hafði einfaldlega ekki ráð á því. Sjúkratryggingar Íslands niðurgreiða settið, það er að segja ef að viðkomandi þarf að nýta sér þetta hjálpartæki í bæði eyru, sem er nú í stærstum hluta en þó ekki alltaf, þá greiða sjúkratryggingar 60.000 á hvort eyra, sem sagt 120.000 krónur fyrir parið. Við erum að sjá ódýrustu heyrnartækin, sem eru líka margt ekki hentug fyrir alla. Þau eru á hátt í 300.000 krónur. Þannig að viðkomandi þyrfti þá að snara fram 150 til 180.000 krónum úr eigin vasa og af hátt í 60.000 eldri borgurum þá eru 7.000 þeirra í sárri fátækt. Við skulum átta okkur á því að glíma við það að missa heyrnina þegar aldurinn færist yfir, það þýðir aðeins eitt. Smám saman, hægt og bítandi, þá einangrast viðkomandi. Þá einangrar hann sig frá samfélaginu. Það er orðið erfitt að tala í síma. Það er orðið erfitt að vera innan fólk. Fólk hættir í rauninu að loka sig af. Það er ekki hægt að fara í leikhús. Þú heyrir ekki hvað sagt er eða vera innan fólk yfir höfuð því að þú ert að einangrast. Þannig að ég segi, þetta á líka við í sambandi við einstakling sem að segir, ég er búin að berjast fyrir því að fá nýtt sjúkrarúm í 20 ár. Ég er fötluð og ég þarf á mikilli aðstoð að halda. Ég þarf hjálpartæki, ég þarf sérbúið rúm og ég þarf sérbúið hjólastól. En ég er búin að bíða eftir þessu rúmi í tæp 20 ár. Ég vil ekki heyra svona sögur. Fyrir mér eru þetta sorgarsögur og lýsa vanhæfum stjórnvöldum sem ítrekað og ævilega snúa blinda auganu að þeim sem bágast eiga í samfélaginu. Þau munar ekkert það að setja milljarða hér og milljarða þar og milljarða alls staðar. Og hver er það sem borgar alla þessa milljarða? Skattgreiðandinn, íslenskur almenningur. Meira að segja fátækasta fólki hér er skattlagt í sinni sáru fátækt. Leið og þú ert komið yfir 156.000 krónur, þá ertu skattlagður fullum fettum. Og það sem er verið að grobbast með þetta þriðja skattþrep sem á að nýtast aðalega þeim tekjulægstu, það nýtist mér líka. Við skulum ekki gleyma því. Við skulum hætta að hlusta á þennan tvískinnung sem segir, sjáið þið bara hvað við vorum góð, við byggum til þriðja skattþrepi sem að nýtist þeim tekjulægstu best. Það er rangt. Þeir fá ekki meira notið af því heldur en ég og aðrir sem eru að flokkast undir sérhagsmunahóp á hálaunum. Þannig ég segi, ég veit ekki hversu oft maður þarf að koma hér upp til að berjast fyrir einhverju sem á í rauninni að vera sýnilega sjálfsagt öllum sem vilja heyra og sjá. Nú erum við að tala að sé gott að eldast til dæmis á Íslandi. Við erum að tryggja og byggja öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. Er þetta liður í því til dæmis að einangra fullorðna fólki okkar, jafnvel sem farið að búa eitt heima, jafnvel sem búið að missa maka, eða er bara alveg félagslega einangrað að það heyri ekki heldur og geti ekki tekið þátt í samfélaginu, þó að við gætum auðveldlega hjálpað þeim til þess. Eins og allar alþjóðaskuldbindingar sem við höfum undirgengist og nú að vera að tala að fara að löggilda sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, loksins, ég hef aldrei skilið eftir hverju hefur verið beðið með það. Flokkur fólksins hefur mælt fyrir þessari löggildingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þegar við urðum til árið 2016 þá var þetta efst á blaði í okkar stefnumálum. Það var löggilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. En ég veit út að hver ekki búið að löggilda hann ennþá og ríkisstjórnin núna með það á stefnunni að við skulum löggilda hann áður en að kjörtímabilinu lýkur. Sem sagt,
Þau ætla að teygja lopann í þessi 8 ár sem þau ætla að hanga saman og sennilega löggildan daginn fyrir næsta kjördag. En þessi sáttmálar eru allir að tryggja það að stjórnvöldum, þeim sem eiga að bera hag þjóðarinnar fyrir brjósti og eigum að vinna fyrir alla jafnt, þeim ber skylda til þess að tryggja það að þessu fólki verði í rauninni úthlutað því sem kostur er og mögulegt er til þess að þeirra líf geti færst í rauninni eins nálægt því að vera eðlilegt og kostur er miðað við fötlun og miðað við aðstæður hjá einstaklingi hverju sinni. Gerum við það? Nei. Nei, herra forseti, við gerum það ekki. Þannig ég er að segja að við höfum verið að berjast hér fyrir NPA-þjónustu, notandastýrðri persónulegri aðstoð fyrir mjög svo fatlað fólk sem er algjörlega upp á náð og miskunn og aðstoð annarra komið. Við kvótasetjum það, svona barast eins og þoskinn í sjónum. Það fá ekki allir notandastýrða persónulega aðstoð sem þurfa. Nei, það er kvóti. Það er sem sagt ekki, við höfum ekki nefnilega efni á því að hjálpa þeim öllum. Einhverjir þurfa að sitja eftir og fá ekki þessa hjálp. En getum við keypt 6 milljarða hæð hérna niður í Snobbhill á Austurbakka, nýja Landsbókahúsinu? Já, við getum það. Getum við lækkað bankaskattinn niður fyrir 0,2% og ríkissjóður tapaði bara á því 9 milljörðum með einu pennastriki hæstv. Fjármálaráðherra? Já, við getum það. Eru bankarnir á flæðiskeiði staddir? Nei, þeir eru það ekki. Hefði það komið sér vel fyrir okkur og samfélagið í heild sinni að halda þessum bankaskatti undir þessu 0,5% sem hann var í? Já, það hefði komið sér verulega vel fyrir samfélagið. Og alltaf heyrast harmakvein hjá stórútgerðinni sem fórnar höndum skelfingu lostin yfir því ef að við hér ætluðum nú að hækka veiðigjöldin á stórútgerðina. Nei, það má ekki gera það. Það er alveg bara hræðilegt. Það er ekki nógu margir 20 milljarðar sem þeir græða á hverju einasta ári á sameiginlegri auðlind okkar allra. Ég segi frábært. Ég vil bara absolutt skipta því 50-50. Helmingaskipti. Fyrirgefðu forseti, ég ætla ekki að vera hérna í einhverjum enskuslettum, en helmingaskipti á EBIT-unni. Takk fyrir. Helmingaskipti á EBIT-unni. Samfélagið ætti að fá helmingina EBIT-unni til þess í rauninni að þessir aðilar sem að oftar en ekki eru með tekjur upp á einhverja 100.000 kalla á mánuði og komast meira að segja hjá því að taka þátt í því á margan hátt að greiða til samfélagsins, sem það er þó að nýta, að það myndi þá minnst kosti tryggja það að við fengjum að njóta til helminga á við stórútgerðina arðseminni af auðlindinni okkar. Við skulum taka það fram. Þetta er auðlindin okkar og ekkert annað. Við höfum sem sagt, þegar ég tala hér fyrir því að niðurgreiða eða afnema virðisaukaskatt á hjálpartæki fyrir fatlað fólk, fullorðið fólk, þá er okkur í lóa lagið að gera það. Lóalagið að gera það. Og þetta í rauninni fær mig til að líta á hvað er það til dæmis þegar við erum að horfa upp á það er í rauninni sama hvert er litið, það er alltaf verið að spara aurinn og fleygja krónunni. Það er alltaf verið að draga fólki tilbaka inn í skelina. Öryrkjum er ekki leyft að vinna án skerðinga þó svo að það veri stór liður í því að hjálpa þeim til sjálfsbjargar og í rauninni hjálpa þeim til að komast úr rammgerðu fátæktargildru almannatrygginga. Við meiri segja hömlum því að gamalt fólk, fullorðið fólk, ráði því sjálft hvort það heldur áfram að vinna og vegna þess að við skerðum það svo mikið að eftir 200.000 krónur þá er það orðin skert 86% sem er nú eiginlega hæsti skattur sem ég veit til að sé sjálfsagt á byggðu bóli. Ég veit það ekki. En múrum fólkið inni, gerum allt til að koma í veg fyrir að það geti hjálpað sér sjálft. Við skulum reyna að hafa hjálpartæki fyrir fatlað fólk svo dýrt að þeir sem eru fátækastir og þurfa mest á hjálpina að halda að þeir geti ekki keypt þau. Þeir þurfa að sitja bara hjá og fylgjast með og horfa á. Mamma mín er 85 ára gömul
Hún var búin að missa heyrnina. Allnokkuð mikið. Stór hluti af símtalinu okkar þegar við vorum að spjalla saman fór í ha. Vegna þess að hún heyrði ekki í mér. Ég var oft hrædd vegna þess að hringdi út síminn hjá mömmu minni. Bæði heimasíminn og GSM-síminn. Af því hún heyrði ekki í honum. Ef hún væri ekki á akkurat réttum staði í íbúðinni sinni, þessari pínulitlu íbúð, þá heyrði hún ekkert í símann. Ég var stundum hrædd þegar hringdi út ítrekkað og hélt eitthvað að kom fyrir mömmu mín. Núna er mamma mín búin að fá hjálpartækið, heyrnartæki. Pínulítil nett sem eru algjörlega búin að breyta hennar lífi. Og fyrst þegar við vorum að tala saman, og þetta sé nú kannski meira svona í gamni sagt, að þá er það samt sem áður satt, fyrst þegar við vorum að tala saman eftir að mamma mín fékk heyrnartækið sín, að þá, þegar hún sagði ha, þá sagði mamma, ekki að virka þessi tæki? Þeir eru ekkert með þessu. Jú, elskan mín, þau eru að virka, ég er bara núna svo vön að segja ha. Það tekur mér ábyggilega einhver tíma að hætta því. Þannig ég er að segja, hennar líf hefur gjörbreyst, algjörlega gjörbreyst, eins og líf hundruða annarra myndi gjörbreytast ef við sæjum sóma okkar í því að gefa fólkinu okkar minnsta kosti standa við það sem ríkisstjórnin þykist vera að boða betra líf. Og það sé í rauninni, það ég vera uppskeruhátíð hér að eldast á Íslandi, frábæra Íslandi. Hér drýpur smjör af hverju strái, maður sér það núna bara út í Hörpu. Hér drýpur smjör af hverju strái og við höfum efni á að gera allt fyrir alla. Og hvers vegna tökum við þá ekki utanum þá sem að hrópa hæst á hjálp okkar og þurfa mest á okkur að halda. Af hverju sækjum við ekki fjármuni þangað sem nóg af þeim fyrir og miðlum þeim þangað sem mest þörf á þeim? Af hverju gerum við það ekki? Eitt er alveg víst, að Flokkur fólksins hefur alla tíð sett fólkið í fyrsta sæti. Flokkur fólksins er hreinn og sannur í því sem hann er að gera. Við höfum enn ekki fengið tækifæri til að halda stýrið og sýna okkar djörfung og dug og hvernig við myndum gjörbreyta því landslagi sem að þúsundir, tugþúsunda fátækra barna og fátækra fjölskyldna þarf að búa við í dag í boði þessara ríkisstjórnar og margra á undan. Vegna þess að þessi fátækt sem hér er við lýði, hún er viðvarandi. Hún er ekki ný af nálinni. Hún er algjörlega viðvarandi, virðulegi forseti, og það er í rauninni hjákátlegt að horfa upp á það hvernig jafnvel stjórnarandstæðingar eða pólitískir andstæðingar er að reyna að troða sér í skó Flokks fólksins, reyna að gera okkar mál að sínum og skamma sín ekki fyrir það. En ég efast ekkert það að kjósendur, þeir varast lélegar eftirlíkingar. Þannig að nú er þetta orðið einhverju framboðsræðu, herra forseti, sem átti nú ekki að verða, og ég fattaði það ekki fyrr en ég sagði þetta að ég væri nú bara hreinlega komin þangað. En það er samt sem áður þannig að það er mannanna verk að viðhalda þessari fátækt. Það er mannanna verk að núna á síðustu 6 árum hefur fátækt íslenskra barna vaxið 44%. 44%. Og það hjá hæstv. Ráðherra sem gefur sig út fyrir það að vera besti vinur barnanna. Virðulegi forseti, þetta mál, það kostar ekki mikla peninga. Í stóra samhenginu þá er þetta mál að afnema virðisaukaskatt á hjálpartæki fyrir fatlað fólk. Það getur skipt sköpum fyrir hundruða einstaklinga. Hvernig lífið þeirra yrði sælla og ánægjulegra heldur en það er í dag. Þess vegna segi ég það, ef að við erum ekki hér til þess að taka utan samfélagið í heild sinni, til hvers erum við þá hérna? Til hvers erum við þá hérna? Erum við bara stimpilpúði á einhverja löggjöf sem í raun og veru skiptir bara hluta samfélagsins máli? Erum við ekki hér til að taka utan alla? Erum við hér til að mismuna fólki eftir stétt og stöðu? Ég skil ekki hvernig nokkuð getur vogað sér að koma hér upp og segja það að hér drjúpi smjör af hverju strái, að hér sé ekki gríðarleg kaupmáttarrýrnun hjá fátækasta fólkinu í landinu. Hvernig þau hafa verið skilin eftir, hvernig núna
óprúttnir aðilar græðgisvallra leigufélaga segja það sé aldrei nóg, það þurfi að hækka leiguna meira. Það er fátækasta fólki sem lendir í því. Það er fólkið sem líka fjölskyldurnar og foreldrarnir sem eru með fötluðu börnin sín, þar sem annað foreldrið iðulega er í rauninni skuldbundið nánast til þess að vera heima og sinna barninu sínu. Við elskum ekkert meira en börnin okkar. Og það er ekki hægt að skilja þau eftir ein heima eða það. Þannig að þá er ein fyrirvinna, eða jafnvel engin ef þetta er einstætt foreldri. Ég segi, virðulegi forseti, afnemum virðisaukaskatt af hjálpartækjum, sýnum það í verki að við séum hér með hjarta og gulli en ekki steini. Og að gefnu tilefni þá vil ég bara segja þetta við hæstvirta ríkisstjórn. Það er löngu tímabært að þið hættið að skattleggja fátækt. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum hér að fjalla frumvarp til laga Flokks fólksins breytingu á lögum um virðisaukaskatt með síðari breytingum hjálpartæki. Það er eiginlega stórfurðulegt að við skulum þurfa yfir höfuð að vera að ræða að afnema virðisaukaskatt af hjálpartækjum til að gera hjálpartæki ódýrari og meira möguleg fyrir þá sem virkilega þurfa á þeim að halda að fá hjálpartæki. En ef við horfum á þetta frá öðru sjónarhorni þá er því miður ríkisstjórnin búin að koma því þannig fyrir þessi ríkisstjórn og ríkisstjórn undanfarna áratuga að þeir sem þurfa mest á þessu að halda eru einmitt þeir sem eru verst settir í okkar samfélagi, fátækasta fólki. Við erum að tala þá hluta af eldra fólki og öryrkjum sem lifa við verstu kjörin. Því miður ríkisstjórnin sér ekki, heyrir ekki og talar ekki þennan hóp nema á kannski tildögum eða fyrir kosningar. En ríkisstjórnin veitti nú ekki af að fá hjálpartæki til að sjá ástandið þetta úti eða heyrnartæki til að heyra í því fólki sem þarf virkilega á hjálp að halda. En þó að það myndi ske, þá leiða þeir að tala þessi mál, þá tæki yfir gerðargreindin og talaði fyrir þá. Og þá myndi heyrast sama hljóðið úr sama horninu, sama endurtekningin, að það hefur aldrei í manna minnum verið gert annað eins til hækkunar á framfærslu þeirra verst settu í okkar þjóðfélagi. Þeir hafa aldrei sett annað eins í þá. Þetta fólk sé bara eiginlega hálf vanþakklátt fyrir að átta sig ekki á því hversu rosalega gott það hefur. En þetta er þetta ofboðslega auðvelt þegar á sama tíma og ég fæ upplýsingar það hvernig skerðingunum háttað. Þegar maður fær upplýsingar og svar og þarf að toga það út með töngum á 6-7 mánuðum, svar það að meðaltali að hverji 10 krónur sem þeir setja inn í þetta kerfi rennur 8 krónur gegnum vasa þeirra sem mest þurfa á þessu að halda beint í útsvar eða keðjuverkandi skerðingar hjá sveitarfélögum eða ríkissjóði. Það er auðvitað alveg með ólíkindum að líka á þessu sama tíma og þetta verst setta fólk er að borga skatta af launum langt undir fátækt. Það er líka fáránlegt í þessu samhengi vegna þess að það væri svo auðvelt að koma í veg fyrir þetta með því bara einfaldlega að breyta persónuafsláttinn þannig að
að þeir sem eru á hæstu launum fá bara ekki á persónuafslátt. Þeir þurfa ekkert á persónuafslátti að halda. Og eins og Flokkur fólksins hefur lagt fram þá er það mjög einfalt mál að breyta þessu kerfi og sjá til þess þá leið að þeir sem eru núna í þeirri aðstöðu þurfa að borga 50-60.000 krónur í skatta af framfærslu sem er undir fátækt, jafnvel sárafátækt, myndi steppa því. Og svo getur líka tekið á öllum kjaragliðunum undanfarna áratuga sem hefur verið boðið fjórflokksins og séð til þess að staðan væri eins og hún var 1988 þegar þeir verst settu í ellilífeyriskerfinu og almannatryggingakerfinu voru að fá lægstu ellilífeyrinn skattlausan og áttu með jafnvel 20-30% upp í lífeyrissjóðsgreiðslur eða annað. Og uppreiknað í dag værum við að tala 400.000 krónur skatta- og skerðingarlaust, nákvæmlega eins og frumvarp Flokks fólksins við höfum lagt fram margoft, eins og líka í þessu samhengi með hjálpartækin. En hvað erum við að tala þegar við erum að tala hjálpartæki? Við getum tekið með leyfi forseta þar sem komu upplýsingar sem ég náði mér inn á netinu og þar kemur fram að með leyfi forseta greiðsluþátttaka vegna heyrnartækjakaupa. Sjúkratryggingar veita styrk til heyrnartækjakaupa hjá öðrum en heyrna- og talmeinastöðinni. Styrkkaupið er 60.000 krónur eða 120.000 krónur eftir því hvort keypt er tæki fyrir annað eða bæði eyru. Það þarf að taka það fram hvort það á að vera fyrir annað eða bæði eyru. Ég held að það sé bara fáránlegt. Ef þú bara heyrir illa á báðum eyrum þá færðu þau bara tæki. Hægt er að sækja styrk á 4 ára fresti. Styrkir eru ekki skattskyldir. Seljandi verður að hafa rekstrarleyfi frá heilbrigðisráðuneytinu en það eru eftirtaldir heyrnartæki, heyrnarstöðin, lyfjaheyrn. Og réttur til styrk eiga sjúkratryggðir eldri en 18 ára og þar með taldir einstaklingar á dvalar- og hjúkrunarheimilum, þeir sem hafa tónmeðalgildi á betra eyra að lágmarki 30 desibel. Umsóknarferlið er seljandi sendir rafræn umsókn ásamt reikningi og heyrnarmælingu, styrkur er greiddur inn á reikning einstakling, þegar styrkur hefur verið greiddur fer greiðslan í réttindagátt einstaklings. Heyrnartæki keypt hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Sjúkratryggingar greiða ekki styrk vegna kaupa á heyrnartækjum hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Þegar heyrnartæki er keypt þar er styrkurinn dreginn frá kostnaðarverði og einstaklingur greiðir mismun. Síðan geta menn sótt hjálpartæki í sambandi við hjálpartæki og næringu. Umsókn hjálpartæki er afgreidd samkvæmt reglugerð styrk vegna hjálpartækja og með tilheyrandi skjali. Hjálpartæki er ætlað að auðvelda notkun til að takast á viðhafnir daglegs lífs, auka sjálfbjargargetu og öryggi, vera til lengri notkunar en 3 mánaða, í skilgreindum tilvikum vera til þjálfunar og meðferðar. Meira hjálpartæki. Greiðsluþátttaka vegna stoð- og meðferðartækja og sjúkratryggingar veita styrk til kaupa á eftirfarandi stoð- og meðferðarhjálpartækjum. Bæklunarskóm og innleggi, gervilimum og öðrum gervihlutum, spelkum, þrýstisokkum, þrýstibúnaði, öndunarhjálpartækjum og súrefni. Greiðsluþátttaka vegna tæknilegra hjálpartækja, greiðsluþátttaka vegna einnota hjálpartækja. Innkaupaheimildir eru gefnar út vegna einnota hjálpartækja þar sem fram kemur hver greiðsluþáttakan er í tilteknum búnaði. Einstaklingur sjá samþykktir heimildarstöðuna á þeim gildistíma og fleiri réttindagátt. Innkaupaheimildir eru samþykktar eftir tilvikum í 1, 5 eða 10 ár. Þegar ævilanga sjúkdómsástand er ræða er heimilt að samþykkja innkaupin sem gilda lengur. Leyfilegt er að taka út 2 mánaða birgðir í senn. Viðgerðarþjónusta fyrir hjálpartæki á vegum sjúkratryggingar skil á hjálpartækjum á vegum sjúkratryggingar. Viðgerðir á hjálpartækjum í ábyrgð er ábyrgð seljanda að jafnaði 2 ár. Ef ábyrgð seljandi er útrunnin er viðgerðarþjónusta í höndum fyrirtækja með samning við sjúkratryggingar viðgerðarþjónustu. Viðgerðarþjónusta hjálpartækja á höfuðborgarsvæðinu og viðgerðarþjónusta hjálpartækja á landsbyggðinni. Skilyrði viðgerðarþjónustu eftirfarandi. Hjálpartæki í eigu sjúkratryggingar er skráð á notanda tækisins. Ekki er greitt fyrir viðgerðir af hjálpartækjum ábyrgð sem ber ofan. Viðgerð skal framkvæmd á verkstæði sem er með samning við Sjúkratryggingar Íslands eða við
kenndan aðila. Hjálpartæki skal senda til viðkomandi þjónustaðar sem sinni viðgerð á tækinu eða finnur auðkenni sölu á lífmiða. Fylgja skal með blað sem inniheldur upplýsingar nafn, notanda, kennitölu, lýsing á vandamáli sem þarf að gera. Bæklunarskár. Viðgerðir greiddar ef slit á skóm ótvíræð afleiðing sjúkdómsástands. Og til dæmis hjá einstaklingi með spastíska göngulag vegna heilalægrar lömunar. Að hámarki greitt fyrir 4 viðgerðir á ári á skóm. En nú kemur það besta. Gervilyfir. Fyrsta og önnur viðgerð á hverjum gervilyfi er greidd að fullu en síðan viðgerðin er greidd 70%. Eins gott að vera ekki að nota gervilyfin of mikið. Þá því meiri notkun því minni endurgreiðsla. Spelkur. Fyrsta og önnur viðgerð á hverju spelku greidd að fullu en síðari viðgerðir er greidd bara 70%. Nákvæmlega sama. Og hver er ósköpunum fundið upp á þessari aðferð? Afgreiðslutími. Boðið upp á smærri viðgerðir eins og sprungnu dekki og hjólum á meðan beðið er. Almenn viðgerðir skulu unnar innan 2 vinnudaga að því gefna varðhlutir sér til í landinu. Bjóða skal að sækja og senda í úr viðgerð sem notandi getur ekki komið sjálfur með hefðbundnu fólksbíl. Að sama skapi skal bjóða viðgerð í heimahúsi vegna veggfesta hjálpartækja eða hjálpartækja sem ekki er hentugt að flytja af heimili og notandi svo sem sjúkurum. Sjúkratrygging annars í ákveðnum tilfellum uppsetning á hjálpartækjum, breytingu og sérsmíði og aðstoð við aðlögun hjálpartækja fyrir notendur eða sjáum að aðrir annist það. Neyðarþjónusta vegna rafknúinna hjálpartækja. Neyðarþjónusta nær til bilunar rafknúnum hjálpartækja svo sem sjúkrarúmum, lyfturum, rafmagnsstólum og rafskutlum, hjálpartækja, sérbúnum bifreiðum. Neyðarþjónusta er veitt við ákveðnar alvarlegar aðstæður þegar notandinn er ósjálfbjarga í hjálpartækinu sínu. Svona væri. Tæki hefur bilað og notandi getur ekki leita aðstoðar hjá aðstoðarfólki sínu eða sínu nánustum. Dæmi getur verið sjúkrahús sem er fast í efstu stöðu, veggföst lyfta sem bilar eða til dæmis notandi er fastur í segli á lyftara. Upptalningu hætt. Af þessu má sjá að það getur verið mjög flókið fyrir þá sem eru og þurfa hjálpartækjum að halda að fá þau og að nota þau og að fá viðgerða þau og eins og hefur komið hérna fram að hafa efni á að borga fyrir það. Það er aftur á móti eitthvað sem við eigum að sjá til að þeir sem þurfa á þessu að halda þurfa ekki engar áhyggjur hafa. Við virðumst geta þegar óþarf þá virðist vera ótakmarkaðir peningar til að hjálpa. Við höfum séð það undanfarið að það er samstaða um það að hjálpa þegar neyð er. En einhver hluta vegna, í sama á hvaða árferð er og sama hvaða tímabili er, þá er alltaf látin ákveðinn hópur sitja eftir. Það er aldrað fólk og öryrkjar. Einhver hluta vegna þegar á að hjálpa þeim, þá kemur ríkisstjórnin, þetta kostar of mikið. Eða kemur með blekkingar eins og þeirra og margoft gert og sagt, við erum búin að gera svo rosalega mikið fyrir þetta. Við erum búin alveg bara hækka alveg þvílíkt. Við vitum það. Staðreyndin tala allt öðru máli. Og við vitum að því að það er fólk þarna úti sem á ekki til hnífs og skeiðar. Það er fólk þarna úti sem er ekki bara í fátækt, þetta er sárafátækt. Það er fólk þarna úti sem er núna verið að henda á götuna einni fjölskyldu til að koma annarri fjölskyldu að. Og þar eru því miður það ljótu sögur að það sé Vinnumálastofnunar og sveitarfélögin ganga þar fremst og borga þær hækkanir sem þeir sem voru í íbúðinni, fátækt fólk, hefur gefið á. Ég sá reikning frá einstaklingi sem fékk hækkun úr nær 300.000 krónum yfir vel yfir 300.000 krónur. Þarna er 50-60.000 krónur hækkun bara á einu mánuði að ræða. Og við þessa 50-60.000 krónur hækkun fór húsaleigan yfir 15.000 krónur yfir þá framfærslu sem hún hafði. Og ég spyr, og við ættum öll að spyrja okkur þarna úti, hvernig ósköpunum getum við
leyft svona hlutum að ske? Hvernig í ósköpunum getum við stillt fólki þannig upp að það hefur ekki einu sinni framfærslu til að standa undir leigunni, hvað þá fyrir mat, húsnæði, öðru nauðsynjum og þarf að yfirgefa íbúðina sína. Hvert á þetta fólk að fara? Eins og var sagt við gamla manninn og fatlaða soninn, hótel eða bara farið í gistiskýli. Ég veit ekki, en þetta er alveg staðreynd að þetta er okkur hérna til háborða skammar að við skulum þurfa að standa hér aftur og aftur í þessu stól til að reyna að fá það sjálfsagða hlut og þau sjálfsagðréttindi sem þetta fólk á rétt á. Og fólk á rétt á að fá heyrnartæki og á rétt á að þurfa ekki að greiða fyrir það. Það á rétt á að fá hjálpartæki án þess að þurfa að greiða fyrir það. Og að þessu öllu saman og að gefnu tilefni þá segi ég ríkisstjórn, hættið að skatta fátækt. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil bara koma hérna fram og fagna framlagningu þessa frumvarps sem hefur oft verið flutt inn áður. Það hlýtur að vera keppikefli okkar allra að lækka þann kostnað sem fatlaðir einstaklingar verða fyrir vegna fötlunar sinnar og til þess að geta tekið þátt í mannlífinu og því sem að okkur hinum finnst eðlilegt að geta gert á hverjum degi án þess að kostnaðurinn af því rjúki upp úr öllu valdi. Það er auðvitað löngu vitað og við höfum barist fyrir því hér öll þessi ár sem ég hef verið hérna inni að ýmiss konar afslættir eða framlög til tækjakaupa haldi verðgildi sínu, standi í þeirri krónutölu sem upphaflega er gert ráð fyrir og greiði þá ákveðin prósentu af kostnaði við tækin. Það gerist nú yfirleitt þannig að mjög fljótlega þá fer að halla á þann fatlaða að verðgildi þeirra framlaga sem ríkið er að leggja fram minnkar stöðugt og það er ekki aðeins í þessum málaflokki, það er nú bara sérstakt vandamál hérna hjá okkur að slík framlög haldar yfirleitt ekki í hendur. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þau viðmið sem að hér verða höfð uppi taki mið að einhverju föstu í fjárlögum þannig að þau haldi ár frá ári og við séum ekki alltaf að tala hér sömu hlutina og benda á sömu aðstæðurnar og benda á sama fólkið við hvaða aðstæður það býr og við viljum að laga en það gerist ekki nógu hratt. Hér hafa verið fluttar tvær mjög góðar ræður stöðuna í þessum málaflokki, kostnað fólks við að reyna að taka þátt í almennu lífi og ég þarf ekki að endurtaka það og það þarf ekki að taka það fram fyrir okkur venjulega Íslendinga að kaupa 600 svona heyrnartæki, það tekur bara í hjá öllu venjulegu fólki, ekki bara fötluðu fólki, það bara öllu. En það tekur náttúrulega sérstaklega á þeim sem lægst hafa launin og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að það fólk hafi aðgang að slíkum tækjum sem eru auðvitað bara gjörbylting og breyti lífi margra og þeirra sem á því þurfa að halda. Það er betri færni og betra líf sem við viljum fyrir alla og þetta frumvarp boðar það og þess vegna mun ég styðja það. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurjón Þórðarson. Frú forseti, hér erum við að ræða mál sem að snýr að því að samfélagið sé ekki að skattleggja hjálpartæki sem er grunnþarfir á fatlaðs fólks þannig að þau geti lifað þá sambærilegu lífi og þeir sem að búa ekki við fötlun. Og í sjálfu sér er hér stórt mál að ræða fyrir þá sem þurfa að fá umrædd hjálpartæki en í stóra samhenginu eins og flutningsmenn frumvarpsins hafa sagt hér frá skilmerkilega þá er þetta ekki stórt mál í ríkisfjármálunum og þetta er heldur örlítið mál ef maður ber saman allar aðrar undanþágur sem að finna í virðisaukaskattskerfinu og því sætir ákveðinni furðu
að það sé verið að leggja þetta frumvarp hér í fjórða skipti og það sé ekki búið að ná hér fram að ganga í þinginu og það sé bara orðið lög og enda tel ég að ef menn horfa á málið að þá er alveg ljóst að mikill meirihluti landsmanna myndi vilja haga skattlagningu með öðrum hætti. Það er að nóg að taka. Hér hefur verið fjallað bankaskattinn, það hefur verið felldir þá 9 milljarðar niður og ég held að það verði að skoða þetta mál í því samhengi. Einnig auðvitað að horfa til annarra liða sem eru undanþegnir virðisaukaskatti og þá falla þessir þættir algjörlega þar undir. Það er þá að vera ekki að innheimta virðisaukaskatt á hjálpartækjum. Það sætir ákveðinni furðu að þingmenn Vinstri grænna skuli ekki taka þátt í þessari umræðu vegna þess að þeir hafa nú haft þetta á stefnuskrá sinni að sjá til þess að þeir sem að þurfa á hjálpartækjum að halda að þeir eigi greiðan aðgang að því og allavega hafa skreytt sig í hvað varðar stefnumáli varða. En þegar það er komið að því að hleypa svona litlu máli í stóra samhenginu en stórt mál enga síður fyrir þá sem að það greiðir götu þess að geta verið hér fullir þátttakendur í íslensku samfélagi að þá er þeir bara hvergi að finna þingsalnum. Eða þá að fyrirmenn flokksins þessi fínu fyrirmenn í flokknum að þeir skuli leggja þetta á oddinn. Nei, það eru önnur mál á oddinu. Það eru auðvitað mál sem snúa að NATO og vopnakaupum og því öllu fínu veislum þannig að forystumennirnir eða fyrirmennirnir í Vinstri grænum geti baðað sig í alþjóðlegu sviðsljósi. Þar eru þeirra áherslur og það er bara gott og vonandi átt að fleiri og fleiri kjósendur Vinstri grænna sig á því að flokkurinn snýst ekki þessi stefnumál sem eru falleg og ágætt heldur allt aðra hluti. Það hefur verið talað hér bankaskattinn og það eru 9 milljarðar. Þannig að þetta eru bara smáaurar í því samhengi. Og þetta eru líka smáaurar í samhengi við það sem bankarnir skiluðu í hagnað bara á fyrstu 3 mánuðum ársins. Eða hvað heitir það? Fyrsta ársfjórðungi. Þannig að þar voru 20 milljarðar og í fyrra var það, ef ég man rétt, í kringum 70 milljarðar sem var hagnaður bankana. Og ekki er þetta heldur há upphæð sem að stendur hér í ráðamönnum þjóðarinnar, fyrirmönnum þjóðarinnar, er réttar að kalla þá, sem eru hér að byggja hér Mammons-höll. Þá á ég við höfuðstöðvar hins nýja Landsbankans og þar eru þá hátt í 17.000 fermetrar sem eru ofanjarðar, síðan er eitthvað sem er neðanjarðar og ekki veit ég nákvæmlega tölun á þeim fermetrum. En ekki er ólíklegt að þeir telji jafnvel í 1000 fermetra. Síðan er það hér Seðlabanki Íslands, ekki er hann að herða sultarólina þó hann þrengi hér að heimilunum, mjög illilega. Það er verið að spandara nokkuð þúsund milljónum þessari staðan í breytingar leið og hann boðar það að skuldsett heimili eigi að hafa það ennþá þrengra og jafnvel að beini því síðan til bankakerfisins að það sýni þessu fólki miskunn sem að bankinn sjálfur er að herða leið og hann er að spandera þarna í breytingar upp á mörg þúsund milljónir. Þannig að við verðum að skoða þessa hluti hér í samhengi við það að virðisaukaskattskerfið, það er einmitt sniðið að því að hafa undanþágur fyrir þessa þætti. Það er heilbrigðisþjónusta, það er félagsþjónusta, það er skólaþjónusta og hvers vegna ekki þá hjálpartæki fyrir fatlaða. Og ég held að það sé réttmæt krafa hjá Öryrkjabandalaginu að þessu frumvarpi að því veri bara fleytt hér í gegn eins og ýmsum öðrum sem ég tel að vera breið samstaða meðal þjóðarinnar. Það er einnig að finna ýmsir þætti svo sem það er ekki virðisaukaskattur á útleigu íbúða, það er ekki virðisaukaskattur ef ég man rétt á laxveiði, ef einhverjum dettur í að kaupa laxveiði, þá er það ekki virðisaukaskattskylt og allavega var það ekki til skamms tíma. Íþróttastarf og fleiri þættir sem eru alveg réttmætir og ég ætla ekki að draga úr
mikilvægi þess að séu undanþegnir. En þetta hérna mál, hvers vegna stendur það svona í hv. þingmönnum Vinstri grænna og Framsóknarflokksins að fleyta þessu máli áfram? Hér kom þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem lýsti yfir stuðningi og það er greinilegt hvar fyrirstaðan er. Hún er greinilega hjá hinum stjórnarflokkunum. Og ég tel að það þurfi að fá nánari umræðu, bara einfaldlega innan þessara flokka. Fyrir hvað standa þessi flokkar? Ef að þessi mál fá ekki framgang, það er þá að fella niður virðisaukaskatt og hætta þá að skattleggja fatlað fólk sérstaklega þegar að önnur sambærileg þjónusta í heilbrigðiskerfinu og félagsþjónustunni er undanþegin skattlagningu. Þannig að þetta mál ætti að vera borðleggjandi og ég held og er viss um það að Ísland verður miklu betra land ef þetta mál nær fram að ganga. Fleiri hafa ekki kvaðst til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, kosningalög, lækkun kosningaaldurs, frumvarp mál nr. 497, þingskjal 499, 1. umræða og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, það fara að gerast oftar að ég heyri gagnrýni það að ráðafólk sýni ákveðið dugleysi þegar kemur að málefnum framtíðarinnar. Þetta er rauður þráður í kröfum þeirra sem vilja sjá fastar kveðorði, fastar gripi til aðgerða gegn loftslagsbreytingum. Þetta er líka nefnt í tengslum við viðbrögð við gervigreind. Dæmin eru mörg og þetta fær okkur vonandi til að hugsa hvað það er við þingmenn og ráðherra sem gæti farið betur til þess að tala betur inn í þennan hóp sem gagnrýni stafa frá, hóp ungs fólks. Og hér mæli ég fyrir frumvarpi sem ég held að geti orðið liður í því. Frumvarp til laga breytingu á kosningalögum lækkun kosningaaldur sem ég legg fram ásamt þingmönnum úr Pírötum, Viðreisn og Samfylkingu sem snýr að því að lækka kosningaaldur í sveitarstjórnarkosningum úr 18 árum í 16 ár. Sambærileg frumvörp hafa nú verið lögð fram nokkrum sinnum og ein útfærslan var að breyta stjórnarskrá þannig að þetta næði yfir allar kosningar hér á landi en hér er þessi afmarkaða útfærsla sem snýr bara að sveitarstjórnarlögum lögð fram. Meðal annars vegna þess að það er bara svo einfalt. Það er einfalt að breyta þeim forsendum með einfaldri lagabreytingu. Stjórnarskrá kallar á breytingar á 2 þingum með kosningum á milli og líka vegna þess að málefni sveitarfélaganna er sú opinbera þjónusta sem kannski stendur ungu fólki einna næst. Þetta eru skólarnir, frístundirnar, þetta eru samgöngurnar, atriði sem þessi hópur hefur margt fram að færa varðandi. En varðandi þessa gagnrýni á dugleysi ráðamanna þegar kemur að málefnum framtíðarinnar, þá bara vegna þess að hún svona situr dálítið í mér eftir gærdaginn vegna 2 funda sem ég sat. Annar fundurinn var málþing stöðu og framtíð lýðræðisins sem haldið var í tengslum við leiðtogafund Evrópuráðsins sem stendur nú yfir. Og þar kom fram í umræðum gagnrýni á litla aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku. Og ráðherra sem sat fyrir svörum, hæstv.
menningar- og viðskiptaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, sagði, ég ætla að leyfa mér að umorða það pínu, hún sagði að ungt fólk þyrfti bara að vera duglegra að láta í sér heyra. Það er ekki vandinn. Ungt fólk er bara ágætlega duglegt við að láta í sér heyra. Það er ráðafólkið sem er lélegra í að hlusta. Af því að hæstv. Ráðherra var yfir, lét þessi orð falla í veröld hér á háskólasvæðinu, þá er nú ágætt að benda á að stúdentar hafa verið duglegir að láta í sér heyra á síðustu árum. Varðandi til dæmis breytingar á námslánakerfinu, þar sem ekki var hlustað á þeirra vel rökstuddu sjónarmið varðandi það hvernig ætti að smíða sanngjarnara framfærslukerfi fyrir stúdenta. Sömu stúdentar sendu inn nánast samhljóða umsagnir aftur og aftur og aftur í gegnum COVID-faraldurinn að benda á hvernig aðgerðir stjórnvalda kæmu ekki til móts við þarfir stúdenta. Kannski nærtækast að nefna þá staðreynd að þegar enga sumarvinnu var að fá vegna heimsfaraldurs, þá fór að bíta dálítið fast í stúdenta að þau höfðu ekki rétt til atvinnuleysisbóta. Stúdentar hafa léti í sér heyra varðandi þetta og ráðherrar ákváðu að hlusta ekki. Nú þá er bara stórvirki sem hefur verið unnið á síðustu árum varðandi það að varpa skýrara ljósi á það ofbeldi sem viðgengst í samfélaginu. Ég nefni sérstaklega stafrænt kynferðisofbeldi sem ungt fólk var í framvarðarsveitinni að koma á dagskrá umræðunnar í samfélaginu. En það má líka nefna hatursorðræðuna og bara hatrið sem mætir hinsegin fólki og sérstaklega hinsegin ungmennum á síðustu árum. Þar hefur ungt fólk aldeilis verið duglegt að láta í sér heyra en viðbrögð ráðamanna verið of hæg. Það hefur líka verið ungt fólk sem kom geðheilbrigðismálum á dagskrá svo munaði. Hvar er niðurgreiðsla sálfræðiþjónustu sem var samþykkt hér í þingsal fyrir, hvað er það, 3 ára verða? Af hverju er ekki byrjað að niðurgreiða sálfræðiþjónustu ef að stjórnvöld hlusta á ungt fólk eða það er bara duglegt að láta í sér heyra? Ungt fólk hefur líka verið í forystu þeirra sem berjast fyrir réttindum fólks á flótta. Þar mætti til dæmis nefna regnhlífarsamtökin Fellum frumvarpið sem komum fram hér í vetur og þar voru saman komin öll helstu ungmennasamtök landsins, ungliðahreyfingar stjórnmálaflokkana, ungmennasamtök, ungliðadeildir Amnesty og UN Women og fleiri sem voru að berjast fyrir því að mannúð yrði höfð að leiðarljósi í málefnum fólks á flótta. Og svo eru það blessuð loftslagsmálin, forseti, sem ungt fólk hefur sett á dagskrá á þann hátt sem ekki hafði tekist áður. En við erum föst í þeirri stöðu núna að stjórnvöld tala mikið eigið ágæti en aðgerðirnar endurspegla það ekki. Hér eftir helgi munum við væntanlega taka fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til síðari umræðu og þar er ekki að sjá neinn aukinn metnað í loftslagsmálum enn eitt árið. Þannig að þessi staðhæfing ráðherrans að ungt fólk þurfi bara að vera duglegra að láta í sér heyra, hún bara stenst ekki. Það sem vantar er að eldra fólkið sé duglegra að hlusta. Og það þurfum við að vera vegna þess hvernig þingið er samsett.
eftir síðustu kosningar þá var meðalaldur þingmanna 50 ár. Það voru 3 þingmenn hér í salnum undir 30. Bara 3 voru undir 30 á kjördag. Þingið endurspeglar ekki samfélagið í aldurssamsetningu. Þingið endurspeglar ekki samsetningu þjóðarinnar, ekki einu sinni þó við skoðum bara þjóðina á kosningaaldri sem er kannski eðlilegi samanburðurinn. Þess vegna þurfum við að vera duglegri að hlusta á sjónarmið þeirra sem eru ekki í salnum. Þar hallar sérstaklega á ungt fólk. Og þetta frumvarp sem við fjöllum hér í dag, það snýst að gefa unga fólkinu verkfæri til þess að ganga á eftir því að á það sé hlustað. Vegna þess að ef það er eitthvað sem stjórnmálafólk skilur, þá eru það kosningar. Þá eru það niðurstöður kosninga. Og það er einhver tímapunktur þar sem að stjórnmálafólk er tilbúið til að hlusta, þá er það í aðdraganda kosninga. Þegar það er andspænis kjósendum sem geta dæmt aðgerðir og aðgerðaleysi stjórnmálafólks í kjörklefanum. Og með því að gera eins og lagt er til í þessu frumvarpi að taka 2 árganga fólks sem nýtur enn verndar barnasáttmálans og rétta þeim aðgöngu með hann að kjörklefanum, þá geta þau refsað stjórnmálafólki í kjörklefanum ef það stendur sig ekki. Þetta skiptir máli ekki bara til þess að við fáum fleiri hugmyndir hingað inn í sal, ekki bara til þess að við byggjum upp betra samfélag til lengri framtíðar, heldur snýst þetta trú fólks og næstu kynslóða á lýðræðið, á þetta kerfi sem við þurfum að standa vörð um. Vegna þess að allar kannanir á kosningahegðun vísa á einn veg. Það að taka þátt í kosningum er lærð hegðun og það að upplifa eftir kosningar að þín sjónarmið hafi ekki notið sannmælis, fólk dregur lexíu af því. Áhugi fólks að taka þátt í næstu kosningum ef að því líður eins og það hafi verið hlunnfarið, eins og sjónarmið þess hafi ekki notið sannmælis, þá eru líkurnar á því að fólk taki þátt í næstu kosningum minni. Trúin á lýðræðinu dvínar. Þá langar mig að nefna hinn fundinn sem ég sat í gær, sem var í Norræna húsinu og fjallaði mikilvægi þess að gera vistmorð að broti á alþjóðalögum. Barátta sem er í gangi víða lönd, en í pallborði þá var ungur aktívisti frá Svíþjóð, Tova Lindqvist, sem orðaði þetta, kristallaði þetta eiginlega bara með því að segja að ungdómurinn væri að missa trúna. Ungt fólk væri að missa trúna á lýðræðið vegna þess að það upplifi ekki að á það sé hlustað, vegna þess að það upplifi ekki að þau brýnu mál sem ungt fólk er að setja á dagskrá rati ekki bara hingað inn í salinn, heldur rati ekki inn í kjarnan á stjórnmálafólkinu sem á að taka mark á þessu. Við leysum þennan vanda, þennan lýðræðishalla sem mig langar að kalla það, þetta hlustunarleysi, við leysum það ekki með einhverjum skyndilausnum, en ein af lausnunum, eitt af verkfærunum sem við getum útbúið er víðtækari hópur kjósenda, stærri hópur sem getur haft áhrif hér innan veggja. Svo ég
Hérna það sem ég hef verið að segja, frú forseti, því annars er nú flest hérna í greinargerð frumvarpsins. Ungt fólk þarf bara að vera duglegra að láta í sér heyra. Þegar ráðherra í íslenskri ríkisstjórn segir þetta, þá verðum við að svara með því að benda á að ungt fólk er bara hreint ágætlega duglegt við að láta í sér heyra. Vandinn er að ráðherrar og annað fólk í valdastöðum hlustar ekki. Þetta veldur því að ungt fólk missi trúna á lýðræðið. Þau missa trúna á það að stjórnmálin séu líkleg til að takast á við þær áskoranir sem skipta mestu máli til framtíðar. Og samfélagið verður fátækara því róttækustu, frumlegustu, mikilvægustu og fallegustu hugmyndirnar spretta frá þeim sem eru nógu ung til að geta auðveldlega séð fyrir sér heiminn eftir 50 ár. Þess vegna mæli ég hér fyrir þessu frumvarpi að lækka kosningaaldur í 16 ár. Vegna þess að fleiri og yngri kjósendur myndu neyða valdafólk til að hlusta betur eftir sjónarmiðum ungs fólks, hugsa heildstætt til framtíðar og þannig gera samfélagið betra. Það veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir hans framsögu í þessu máli. Líkt og kom fram í upptalningu hans þá eru ekki meðflutningsmenn úr Vinstrihreyfingunni – grænu framboði á málinu. En það breytir hins vegar ekki því að við í Vinstri grænum erum efnislega sammála málinu og nokkrir þingmenn úr okkar röðum hafa lagt fram frumvarp sem er að hluta samhljóða því máli sem við ræðum hér að lækka kosningaaldur niður í 16 ár. Ég held að það sé gott mál og það sé mikilvægt mál og vildi í rauninni fyrst og fremst koma hér upp í það sem kallað er andsvar til þess að lýsa mig efnislega stuðningi sammála málinu og jafnframt vekja máls á því að það er annað mjög svipað frumvarp sem við nokkrir þingmenn Vinstri grænna höfum lagt fram og höfum raunar verið með samhljóða mál á fyrri þingum og fyrir nokkrum árum var það meira að segja þannig að málið komst til 3. umræðu en komst þá ekki til lokaatkvæðagreiðslu og var því ekki að lögum. Ég er sammála hv. þingmanni í því að það skiptir máli að ungt fólk sitji við borðið þegar kemur að því að taka ákvarðanir og það að geta komið sínum sjónarmiðum að í kosningum er mikilvægur hluti af því og ég ætla að vona að þetta mál hljóti framgang hér á þingi. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, já, það kemur nú lítið á óvart að hv. þingmaður sé efnislega sammála þessu máli og hefði náttúrulega verið fínt að við steiktum þeim bara saman en stundum fara skilaboð á mis þannig að við erum með 2 góð mál sama markmið á þingi. Nú gengur þetta til nefndar og vonandi getum við bara lagt sameiginlega kraft á bakvið að klára það. Varðandi það að koma sjónarmiðum ungs fólks betur að, þá langar mig líka aðeins að nefna sem við höfum nú rætt einhvern tímann í fyrri útfærslum þessa máls að það að lækka kosningaaldur að einhverju leyti, eins og við erum að leggja til hér, jafnvel eitthvað enn neðar eins og fólk hefur sumt mælt fyrir, er í sjálfu sér bara eðlilegt framhald af því að við séum að taka barnasáttmálann alvarlega. Vegna þess að barnasáttmálinn setur þær skyldur á herðar okkar sem tökum ákvarðanir
að við tökum tillit til sjónarmiða barna í málefnum sem þau varða og að það tillit sé í rauninni stigvaxandi eftir því sem börnin hafa þroska til. Og þess vegna er í rauninni alveg eðlilegt að elstu börnin, þessi síðustu árgangar sem eru undir verndarvæng Barnasáttmálans, fái bara nánast sama vald og fái bara sama vald og fullorðið fólk þegar kemur að vali á kjörnum fulltrúum. Og það er eitthvað sem stjórnmálahreyfingar hafa raunar flestar tekið inn í sitt innra starf. Aldursmörk fyrir þátttöku í að ég held allflestum stjórnmálaflokkum á Íslandi eru ýmist 15 eða 16 ár. Vegna þess að þetta eru árgangar sem hafa svo margt að segja og margt að gefa inn í það hvernig samfélagið þróast. Það veitir ansvar síður og sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég er bara sammála því sem kemur fram hjá hv. þingmanni varðandi Barnasáttmálann. Það má bæta við fleiri rökum og fleiri en því sem talið er upp í greinargerðinni með því frumvarpi sem við ræðum hér. Í sambærilegu frumvarpi sem Orri Páll Jóhannsson, hv. þingmaður Vinstri grænna, er fyrsti flutningsmaður að. Þar er meðal annars rakið í greinargerð jákvæða reynslu í ýmsum Evrópulöndum þar sem að kosningaaldur er lægri og 16 til 17 ára geta tekið þátt í kosningum. Það er önnur sjónarmið sem ég tel vert að líta til og gott að leita fanga í greinargerð með því frumvarpi. Og svo finnst mér líka stundum ágætt að minna á rökin sem að minn unglingur myndi mig nú bara á daginn í umræðum þessi mál og sagði fyrst að ég get farið að borga skatta 16 ára þá hlýt ég líka að vera til þess bær að hafa skoðun á því í hvað skattfé er varið. Og mér finnst það ágætt rök til þess að lækka kosningaaldur bara almennt. En ég held að það sé sniðugt að byrja á nær samfélaginu og endurtek það sem að ég sagði hér áðan að þrátt fyrir að vera ekki meðflutningsmenn á þessu frumvarpi þá eru þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs með keimlíkt frumvarp og eru efnislega sammála því sem hér kemur fram. Svarar andsvari síður og sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, jákvæð upplifun þeirra ríkja sem hafa stigið þetta skref er alveg skýr. Þau hafa mörg valið að stíga hluta leiðarinnar fyrst og síðan víkka það út. Gott dæmi það er Skotland sem lækkaði kosningaldurinn í þjóðaratkvæðagreiðslu 2014 ef ég man rétt. Það gekk svo glimrandi vel og vakti svo mikla lukku að skoska þingið ákvað að hrinda einu sama í framkvæmd á öllum þeim stjórnsýslustigum sem þau hafa sjálfdæmi um. Þau hafa hins vegar lent á vegg þegar kemur að því að lækka kosningaaldur við þingkosningar til breska þingsins vegna þess að þar stendur íhaldið í Lundúnum í vegi fyrir því. Eins má nefna að þetta er hugmynd sem hefur breiðst út svona hægt og bítandi á milli þýsku sambandslandanna og er þar að verða búin að gera landi gegnsósa þannig að nú er á stefnu þeirrar ríkisstjórnar að lækka kosningaaldur á landsvísu líka. Allt hefur þetta gerst hægt og bítandi frá því að Austurríki reið á vaðið 2007. Þannig að ef ég reikna rétt þá það eru 16 ár síðan. Þannig að eitthvað tíma hefur þetta tekið. En ég held einmitt, bara eins og ég heyri á hv. þingmanni, ég held að lykilatriði í þessu sé að þetta er þróun sem
er eiginlega óhjákvæmilegt að verði. Þetta er skref sem mun verða tekið og mér finnst bara skipta máli að við gerum það fyrr frekar en síðar til þess að samfélagið fái notið þess ábata sem fylgir því að breikka lýðræðið út með þessum hætti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurjón Þórðarson. Frú forseti, ég ætla nú að segja frá mínum efasemdum þessa tillögu, þó svo ég efist alls ekki að hún sé lögð hér fram af góðum hug og geti haft ýmsar jákvæðar hliðar. Það held ég sé alveg ljóst að hún geti kannski fengið þá unga fólkið til þess að horfa í stjórn landsins og taka afstöðu fyrr af meiri ábyrgð. En þetta felur einnig í sér ýmsa ókosti og ég held að menn verði líka að horfa til þess að það þarf að samræma þá hvenær fólki er treyst til ákveðinna hluta. Fólki er ekki treyst til að kaupa áfengi, nú 16 ára. Fólki er ekki treyst til að keyra bíla, 16 ára. Þannig að ég held að þessi aldur 18 ár sé ekkert sem að sé það stóra málið til að eiga við. Allavega sé ég ekki að það leysi þau vandamál sem upp í samfélaginu hvað varðar ungt fólk. Það er ýmsar tillögur hér. Það er verið að gott ef það er ekki Píratar með þá tillögu að hækka samræðisaldurinn í 18 ár, svo vilja menn lækka kosningaaldurinn og svo er það áfengiskaupaaldurinn. Þetta hefur bara ákveðna kosti að gefa krökkum frí, allavega fram að 18 ára aldri, fyrir því að verða ekki fyrir þungum áróðri og fá að móta sína afstöðu til lífsins 16-17 ára á þess að vera þá útsett fyrir áróðri okkar stjórnmálaaflanna í landinu og einnig að vera ekki gerð að einhverju gluggaskrauti á framboðslistum flokkana. Það er líka sá þáttur sem að verður að horfa á. Þannig að til hliðsjónar af því að þá tel ég að það sé ekki rétt að breyta þessu þrátt fyrir að ég sé sannfærður að þetta sé lagt að góðum hug og hafa eflaust ýmsar jákvæðar hliðar þessar breytingar. Fleiri hafa ekki kvaðið hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. 7. dagskrármálið er tekið af dagskrá þessa fundar en tekið er fyrir 8. dagskrármálið, þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyni, þingsályktunartillaga mál nr. 807, þingskjal 1244, fyrri umræða og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að þakka fyrir að þetta mál er tekið hér á dagskrá, annað skipti sem ég flyt þetta mál. En þetta er þingsályktunartillaga þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyni. Flutningsmenn auk mín, Ásmundar Friðrikssonar, eru þingmennirnir Vilhjálmur Árnason, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hildur Sverrisdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Halldóra Mogensen, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson. Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra í samráði við menningar- og viðskiptaráðherra að setja á fót starfshóp sem hafi það hlutverk að útbúa frumvarp til sem heimili fyrirtækjum að sækja leyfi fyrir starfræktun lyfjahamps til kannabisræktunar og fyrir framleiðslu og dreifingu á kannabislyfjum í lækningaskyni. Verði að ræða 4 ára tilraunaverkefni sem hefjist 1. janúar 2024. Heilbrigðisráðherra leggi fram frumvarp þess efnis fyrir 31. desember 2023. Og svohljóðandi greinargerð fylgir þessari þingsályktunartillögu. Það lesa hana því hún er tæknileg.
Þingsályktunartillaga þessi er endurflutt frá 152. löggjafarþingi óbreytt en með uppfærðum upplýsingum sambærilegt tilraunaverkefni í Danmörku. Stefna stjórnvalda og heilbrigðiskerfisins varðandi kannabisefni hér á landi þarfnast talsverðrar umræðu og þess að grundvöllur verði skapaður til frekari rannsókna, hvort sem á ræktun plantnanna Cannabis sativa og Cannabis indica eða annarra plantna sem eru þeim skyldar. Álit flutningsmanna að tilraunaverkefni áþekkt því sem stendur yfir í Danmörku myndi skapa opinskáar umræður hér á landi. Verkefnið myndi byggjast á rannsóknum og jafnvel skapa ný tækifæri til nýsköpunar í landbúnaði á orkuríku svæðum, til að mynda á Suðurnesjum. Tilraunaverkefni í Danmörku hófst 1. janúar 2018 og hefur þegar verið framlengt umfram þann tíma sem upphaflega lá fyrir. Verkefni skiptist í þróunaráætlun ræktun hamps sem heimilar að rækta hampjurtina Cannabis sativa í því skyni að vinna úr henni lyf og síðan tilraunaverkefni notkun efna úr hampjurtinni í lækningaskyni. Úttekt á fyrri hluta verkefnisins sem var unnið af danska heilbrigðisráðuneytinu og skýrsla gefin út haustið 2020. Niðurstaða úttektarinnar var sú að tilraunaverkefnið hefur í grundvallaratriðum þótt veita góða og örugga umgjörð notkun kannabis sem lyfs í læknislegum tilgangi. Í úttekt danska heilbrigðisráðuneytisins kemur einnig fram að upp hafi komið nokkrar áskoranir, meðal annars hefur vöruúrval á kannabislyfjum þótt takmarkað og þær vörur sem í boði hafa verið þótt dýrar og heimilislæknar verið tregir til að ávísa vörunum. Fram kemur í úttektinni að þessir þættir hafi leitt til þess að sjúklingar hafi leitað á ólöglegan kannabismarkað fyrir sjálfsmeðferð með kannabisefnum. Samkvæmt þeim reglum sem gilda tilraunaverkefnið hafa allir læknar í Danmörku heimild til þess að ávísa kannabislyfjum til sjúklinga sem glíma við langvarandi verki og aðra kvilla ef sjúklingur hefur þegar prófað hefðbundið lyf án viðunandi árangurs. Með tilraunaverkefninu ekki síst stefnt að því að afla þekkingar áhrif og aukaverkanir kannabisefna og að koma í veg fyrir að sjúklingar með langvarandi verki þurfi að nálgast kannabisvörur með ólöglegum hætti. Í leiðbeiningu dönsku lyfjastofnunarinnar kannabislyf eru nefndir 4 sjúklingahópar sem til greina koma fyrir meðferð með lyfseðilsskyldum kannabislyfjum. Einstaklingar með MS sjúkdóminn, einstaklingar með mænuskaða, sjúklingar í krabbameinslyfjameðferð og sjúklingar með langvarandi verki. Flutningsmenn leggja til að skipaður verði starfshópur sem verði falið að kanna, ræða og gera drög að frumvarpi eftirfarandi: skilgreiningu leyfa til ræktunar, framleiðslu og dreifingu á kannabis í lækningaskyni, útgáfu leyfa, þróunaráætlun sem gildi til 4 ára og verði í samræmi við reglur lyfjaprófsáætlanir. Lista yfir þær kannabisvörur sem heimilt verði að framleiða og dreifa og ávísa megi löglega af læknum og afgreiða í afbóðartæki. Umsóknarform og umsóknarferlið. Skilyrði fyrir útgáfu leyfa og ræktun og ræktendur tryggi rekjanleika í báðar áttir og geti tilgreint á aðila sem þeir hafa fengið aðföng frá, svo sem útsæði og fræ. Meðhöndlun og pökkun framleiðslunnar sem uppfyllir kröfur laga og reglugerða hollustuhætti og mengunarvarnir. Markaðssetningu, gjaldtöku, tillögu að breytingum á lögum ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 ásamt reglugerðum. Önnur atriði sem nauðsynlegt eru til að taka nauðsynlegt að tiltaka í lagafrumvarpinu. Flutningsmenn þingsályktunartillögu þessarar leggja til að heimilt verði á grundvelli sérstakrar þróunar og tilraunaáætlunar að framleiða virk efni úr kannabis í læknisfræðilegum tilgangi til að skapa grundvöll til að meta notkun kannabisefna í lok reynslutímabils sem verði 4 ár. Hér ekki lögð til lögleiðing á kannabis eða afglæpavæðingu kannabisefna. Flutningsmenn telja
líta verði af alvöru til þeirra tilraunaáætlunar sem Danir hafa unnið að, byggja á reynslu þeirra og annarra þjóða og skapa grundvöll fyrir athugun þess að leyfa kannabis í lækningaskyni til reynslu. Ljóst að tilraunaverkefni Danmörku hefur ekki farið fram án gagnrýni og því mikilvægt að litið verði til þeirra annmarka sem kunna að hafa verið á verkefninu og lærdómur af þeim dreginn. Slæmt að fólk sem reynir að leyna þjáningar með kannabis þurfa að gerast lögbrjótar eða upplifa sig sem slíka. Ekki réttlætanlegt að meina sjúklingum aðgang að kannabisvörum til að vernda þá sem hugsanlega geta misnotað þær. Ljóst að langvinnir verkir eru stórt samfélagslegt vandamál og mikill kostnaður fyrir samfélagið í formi tapara starfsgetu og álags fyrir heilbrigðiskerfið. Þrátt fyrir sannanir fyrir jákvæðum áhrifu kannabis sem lyfs í læknisfræðilegum tilgangi séu enn sem komið takmarkaðar þykir ávinningur af læknisfræðilegum kannabisvörum þó vega þyngra en neikvæð áhrif. Virðulegur forseti, ég hef nú lesið greinargerðina sem þessu fylgir, en ég vil bæta því hér við bara frá eigin brjósti að ég hugsa að við flest þekkjum eða vitum til þess að veikt fólk í kringum okkur glími einmitt við þessi vandamál sem þessu fylgir. Og nýlega hafði einn slíkur sjúklingur samband við mig út af þessari þingsályktunartillögu og hvatti mig mjög til dáða og okkur flutningsmenn til að koma þessu máli áfram og fram á veginn og ég veit það að því að ég hef vitneskju það að læknar þeir vita til þess að sjúklingar þeirra eigi eina von að geta fengið kannabisefni til þess að linna þjáningar sínar vegna þess að mörg góð lyf sem eru á markaðnum og geta linnað þjáningar en þau eru svo ávanabindandi að mikið af sjúklingum þau treysta sér ekki til þess að taka slík lyf. Og við höfum verið að fjalla slíka ópíóíða hér í þessu þingsal nýlega og þær sögur sem þar voru sagðar eru ekki fallegar og segja hvernig slík lyf geta dregið fólk inn í svarthol fíkninnar. Þessi þingsályktunartillaga hún hefur mætt skilnings og stuðnings hér í þinginu að mér finnst en það náttúrulega þingmannamál eins og þetta að þau eiga erfitt uppdráttar innan þingsins og það miður að slík venja skuli vera hér hjá okkur í þinginu að þingmannamál komi slíkt áfram en ég vona þá svo sannarlega að ráðherra taki þetta mál upp á sína arma og gera það sínu og það verði þá til þess að það verði að lögum og eigi eftir að hjálpa mikið af fólki sem veikt og bíður lækninga. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, sérstök tímabundin ívilnun við endurgreiðslu námslána til lánþega í dýralæknanámi. Þingsályktunartillaga, mál nr. 778, þingskjal 1181, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ég komin til að mæla fyrir tillögu til þingsályktunar sérstaka tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána til lánþega í dýralæknanámi. Tillagan liggur fyrir á þingskjali 1181 og mál nr. 778 sem má meðal annars finna á vef þingsins. Fyrsti flutningsmaður málsins hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson og mæli ég því fyrir málinu í hans fjarveru. Sú sem hér stendur ein af meðflutningsmönnum málsins ásamt hv. þingmönnum Stefáni Vagni Stefánssyni, Hafdísi Hrönn Hafsteinsdóttur og Ingibjörgu Isaksen. Virðulegi forseti, í tillögunni sem hér mælt fyrir lagt til að háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra verði falið í samráði við matvælaráðherra og innviðaráðherra að vinna skýrslu með aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga og Byggðastofnunar sérstaka tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána til lánþega í dýralæknanámi.
Ráðherra gerir Alþingi grein fyrir niðurstöðum skýrslunnar eigi síðar en 1. nóvember 2023. Í greinargerð með tillögunni er tillagan rökstudd með ítarlegum hætti og hér ætla ég að fara yfir helstu atriði og útskýra hvers vegna tillagan er sett fram akkúrat eins og ég var að fara yfir hérna áðan. Síðustu ár hefur skortur á dýralæknum hér á landi verið viðvarandi og engar vísbendingar eru að það breytist nema farið verði í sérstakar aðgerðir til að bæta stöðuna. Skortur á dýralæknum hefur meðal annars áhrif á aðgengi bænda og almennings að dýralæknaþjónustu sem getur aftur haft alvarleg og afturkræf áhrif á heilsu og velferð dýra, auk óviðunandi starfsumhverfis og fjárhagslegs tjóns fyrir bændur. Óbeint getur skortur á dýralæknaþjónustu svo haft áhrif á fæðuöryggi og lýðheilsu. Bændasamtök Íslands og Matvælastofnun hafa ítrekað vakið athygli stjórnvalda á skorti á dýralæknum og óskað eftir því að stjórnvöld beiti sér fyrir aðgerðum til úrbóta. Þeirri sem hér stendur er ekki kunnugt að stjórnvöld hafi brugðist við með markvissum aðgerðum. Þess vegna er þessi tillaga sem hér er mælt fyrir afar mikilvæg, en með henni er lagt til að ákvæði í lögum Menntasjóð námsmanna verði nýtt til umbóta. Þegar breyting var gerð á lögum námslán og Menntasjóður námsmanna var til, var sett í lög leið til að beita ívilnandi aðgerð til að bregðast við skorti á tiltekinni þekkingu í landinu eða á ákveðnum landsvæðum. Víða land hefur verið erfitt að manna ákveðnar starfsstéttir. Þessi nýmæli í lögum Menntasjóð sem hæstv. Fyrrverandi menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir kom á sínum tíma eru afar mikilvæg tæki til að bregðast við þegar erfitt reynist að manna nauðsynlegar stöður. Og flutningsmenn þessarar tillögu telja brýnt að þessi leið verði nýtt í auknum mæli almennt, þó hér í þessari tillögu sé lögð áhersla á dýralækna. Til þess að ráðherra geti ákveðið sérstaka tímabundna ívilnun þarf að liggja fyrir tillaga frá sveitarfélagi eða sveitarfélögum þörf á menntuðu fólki í tiltekinni byggð eða á tilteknu svæði. Því þarf greiningu Byggðastofnunar á stöðunni og því gengur tillagan sem hér er til umfjöllunar út á að fela Byggðastofnun að fara í slíka greiningu. Í kjölfarið er svo gert ráð fyrir að skýrsla verði unnin af Byggðastofnun í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Tilgangur skýrslunnar væri þá að varpa ljósi á aðstæður og greina þörf á menntuðu fólki. Þá yrði skilyrði í framhaldi af ívilnun væri beitt að lánþegi sem búsettur væri á skilgreindu svæði nýti sér í reynd menntun sína til starfa, í að minnsta kosti 50% starfshlutfalli á viðkomandi svæði í að lágmarki 2 ár. Aðeins nánar heimildina. Í lögum Menntasjóð nr. 60/2020 er að finna heimild í 27. grein, heimild til ráðherra til að veita tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána vegna tiltekinna námsgreina að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Heimildin er ætluð til þess að gefa ráðherra tækifæri til að bregðast við ástandi þar sem skortur er viðvarandi eða fyrirsjáanlegur og fólki með tiltekna menntun til að skapa sérstaka hvata fyrir fólk til að sækja sér téða menntun eða til að starfa í tiltekinni starfsgrein. Til þess að háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra geti ákveðið að fara í sérstaka tímabundna ívilnun þurfa að liggja fyrir upplýsingar viðvarandi skort í ákveðinni starfsstétt eða að hann sé fyrirsjáanlegur. Þar með gert ráð fyrir að unnin verði skýrsla af stjórnvöldum í samráði við hlutaðeigandi atvinnurekendur eða samtök atvinnurekenda sem byggir meðal annars á fyrrgreindum upplýsingum. Tilgangur skýrslunnar væri að varpa ljós á aðstæður og greina þörfina á viðbrögðum við skorti eða fyrirsjáanlegum skorti á dýralæknum. Í þessu tilfelli væri það tilgangurinn. Þá er í 28. grein sömu laga Menntasjóðinn að finna heimild til ráðherra til að veita tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána til lánþega sem búsettir eru á svæðum skilgreindum í samráði við Byggðastofnun að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Tilgangur heimildarinnar er að sama meiði og ég hef hér rakið. Það er að gefa ráðherra tækifæri til að bregðast við ástandi þar sem skortur er á sérmenntuðu fólki á ákveðnum svæðum.
Rekja má fyrirmyndina til Noregs þar sem til dæmis kennarar sem starfa í hinum dreifðari byggðunum eins og Finnmörku eða Norður-Troms eiga möguleika á að fá afskrifaðan hluta af námslánum sínum ef þeir starfa sem kennarar í 50% starfi eða meira í samfellt að minnsta kosti 12 mánuði. Til þess að ráðherra geti ákveðið sérstaka tímabundna ívilnun þarf að liggja fyrir tillaga frá svæðunum eins og áður sagði. Já, í Noregi þarf að liggja fyrir tillaga frá yfirvöldum á ákveðnu svæði á sama hátt og rakið var hér á framan skilyrðin í lögunum Menntasjóð námsmanna. Markmið og efni tillögunnar sem ég er hér að fylgja eftir snýr því að því að gerð verði skýrsla þau áhrif sem skortur á dýralæknum hefur og mun hafa á íslenska landbúnað og dýravelferð á komandi árum. Þá var markmiðið jafnframt að varpa ljós á aðstæður í hinum dreifðari byggðum þar sem skortur á dýralæknum og stór eftirlitssvæði eru í höndum fárra. Full þörf er á að löggjafinn gæti þess að ívilnandi aðgerðir stjórnvalda nýtist til að efla samfélagið í heild á grundvelli sjónarmiða jafnræði og að þær taki mið af byggðastefnu og atvinnuháttum allt land. Sú sem hér stendur telur þetta mjög mikilvægt verkefni sem brýnt að farið verði í strax, jafnframt er rétt að geta þess að fara þarf í frekari umbætur á starfsumhverfi dýralækna með heildarendurskoðun á þjónustu- og vaktakerfinu, eins og hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson hefur einnig lagt til. En vaktafyrirkomulag og bakvaktaálag dýralækna sætir mikilli gagnrýni land allt og einskorðast hreint ekki við dreifðari byggðirnar. Þetta fyrirkomulag hefur til dæmis gert það að verkum að ekki hefur tekist að manna vaktir á höfuðborgarsvæðinu og leita hefur þurft til umdæmi í næsta nágrenni til þess. Í hinum dreifðari byggðum er það aftur á móti eru það meðal annars stærð svæðanna þar sem að stór einstök svæði eru einungis með einn dýralækni á vakt allt árið kring og með gríðarlegu bakvaktaálagi sem því fylgir og sums staðar á landinu eru eftirlitssvæðin svo stór að einn dýralæknir getur með engu móti sinnt starfinu á ásættanlegan hátt. Skipulag vaktamála er á ábyrgð Matvælastofnunar. Það er hins vegar ljóst að stofnuninni hefur ekki tekist að uppfylla það hlutverk sitt að skipuleggja bakvaktir í samræmi við dýralækna á öllum svæðum og þar með tryggja nauðsynlega grunnþjónustu allt landið. Og þess að spila saman skortur á dýralæknum og svæðisskiptingin og vaktaálagið. Dýralæknar eru meðvitaðir skyldur sínar þegar kemur að því að hjálpa dýrum í neyð. Hins vegar er dýralæknum oft gert ómögulegt að uppfylla þær starfsskyldur sem á herðar þeirra eru lagðar. Stjórnvöld í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi hafa öll sett á stað umfangsmikla vinnu við að greina vandann og þær áskoranir sem fylgja því að færi dýralæknar fái sér störf og taki að sér bakvaktir. Og afar mikilvægt er að farið verði í þá vinnu hér á landi einnig. Að tryggja menntun dýralækna og endurskoða skipulag þjónustu og vaktakerfis. Virðulegi forseti. Að lokum legg ég áherslu á að þessari tillögu sem ég hef hér mælt fyrir sérstaka tímabundna ívilnun endurgreiðslu námslána til lánþega í dýralæknanámi verði vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og þar verði hún send til umsagnar, hana verði fjallað og hún afgreidd. Ef okkur er annt velferð dýra og starfsumhverfi og velferð bænda er nauðsynlegt að tryggja að nægilega margir menntaðir dýralæknar búi á Íslandi og þeir hafi búsetu land allt. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu, þingsályktunartillaga, mál nr. 777, þingskjal 1178, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar merkingu á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu. Meðflutningsmenn á þessari tillögu eru úr nokkrum flokkum en það eru hv. þingmenn Orri Páll Jóhannsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Gísli Rafn Ólafsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Páll Jóhannsson og Viðar Eggertsson. Tillögutextinn hljómar svona, með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að grípa til nauðsynlegra ráðstafana annars vegar til að merkja uppruna vara sem framleiddir eru á hernumdum svæðum Palestínu með viðeigandi hætti og hins vegar til að gera Palestínumönnum kleift að nýta sér kosti fríverslunarsamnings EFTA og Palestínu. Ég ætla að fara hér yfir rökstuðning með þessari tillögu til þingsályktunar og styðst þar vitaskuld við greinargerð sem að fylgir þingmálinu og vísa jafnframt frekar til hennar. En þessi tillaga hefur verið flutt þó nokkuð oft áður og má rekja uppruna hennar allt aftur til 141. löggjafarþings og þingmenn eins og Árni Þór Sigurðsson, fyrrum þingmaður Vinstri grænna, hefur verið fyrsti flutningsmaður á henni sem og einnig Katrín Jakobsdóttir, hæstv. Forsætisráðherra. En þetta mál hefur því miður ekki enn hlotið afgreiðslu og nú endurflutt, efnislega óbreytt en greinargerðin hún hefur verið uppfærð og það hefur hún verið gert nokkuð oft í tímans rás, bæði hvað varðar viðskipta, tölfræði milli Íslands og bæði Ísrael og Palestínu, en einnig vegna breytinga sem að orðið hafa og komið hafa meðal annars frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og ég mun nánar koma að hér seinna í ræðu minni. En mig langar áður en lengra er haldið að minna á það að hér á Alþingi var 29. nóvember árið 2011 samþykkt þingsályktun viðurkenningu á sjálfstæði og fullveldi Palestínu. En þá ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki innan landamæranna frá því fyrir 6 daga stríðið árið 1967. Og jafnframt skorar Alþingi á Ísraelsmenn og Palestínumenn að leita sátta með friðarsamningum á grundvelli þjóðaréttar og ályktana Sameinuðu þjóðanna sem meðal annars feli í sér gagnkvæma viðurkenningu Ísraelsríkis og Palestínuríkis. Og það er ástæðan fyrir því að ég rifja upp þessa þingsályktunartillögu, ekki bara vegna þess að staðan í Palestínu er með þeim hætti að henni þarf að halda á lofti og fylgja eftir, heldur einnig vegna þess að þessi dagsetning þar sem vísað er til landamæranna frá því fyrir 6 daga stríðið árið 1967 skiptir máli efnislega fyrir þá þingsályktunartillögu sem ég er að mæla fyrir núna. Tillögu sem að sjálfsögðu er utanríkismál
en er einnig neytendamál hér á Íslandi og ég tel að þurfi að skoða líka í því ljósi. Og skiptir máli því að hér að lokinni þessari umræðu verður málinu vísað til utanríkismálanefndar, en ég held að það skipti máli í umfjöllun nefndarinnar að jafnframt að halda til haga neytendavinklinum sem skiptir líka máli í þessu máli og ég mun koma að seinna hér síðar í máli mínu. En stjórnmálasamband Íslands og Ísrael á sér langa sögu og hafa viðskipti milli þjóðanna verið töluverð. Ég er með síðast tölur frá árinu 2020 en þá nam innflutningur á vörum frá Ísrael rétt tæpum 700 milljónum króna. En samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands hefur á árunum frá 2010 til 2020 ekkert verið flutt inn frá Palestínu. Víða heim þá hafa stjórnvöld og neytendur vaknað til vitundar að hluti af útflutningsvörum frá Ísrael eiga uppruna sinn að rekja til ólöglegra landnemabyggða á hernumdum svæðum Palestínu, en þær eru einkum á vesturbakka Jórdanar og í austurhluta Jerúsalemborgar og eru ekki á svæði innan alþjóðlega viðurkenndra landamæra Ísraelsríkis. Þessum byggðum hefur farið fjölgandi og samhliða hefur íbúafjöldinn í þeim vaxið og það enda þótt þær stríði gegn alþjóðlega viðurkenndum landamærum. Eins og gefur að skilja þá hefur þessi þróun skaðað lífskjör Palestínumanna, en ég held að það sé líka mikilvægt að benda á að þessar byggðir eru einnig umdeildar meðal ísraelska borgara. Núverandi stjórnvöld í Ísrael virðist þó fylgja þeirri stefnu, eða þeir virðast ekkert, þeir fylgja þeirri stefnu að taka aukið land og vatnsból frá Palestínumönnum undir byggðir og nyt landnemanna. Og þetta hefur reynst einn helsti þröskuldurinn í vegi frekari friðarviðræðna fyrir botni Miðjarðarhafs, auk þess að það kemur reglulega til átaka milli landnema og Palestínumanna sem að verða að sjá á eftir ræktarlöndum sínum. Og frú forseti, þó svo að ræðutíminn sé takmarkaður, þá langar mig að fá að vitna með leyfi forseta í ágæta bók Sigríðar Víðis Jónsdóttur sem heitir Vegabréf Íslands og kom út fyrir skömmu síðar, því að hún lýsir svo ágætlega þessum aðstæðum í fjarlægum heimshluta þar sem er kannski erfitt að sjá þetta fyrir sér. En þar segir, með leyfi forseta: Vesturbakkinn er innan við 6.000 ferkílómetrar. Það er töluvert minna en Vestfjarðakjálkinn. Þessa stærð er ágætt að hafa til hliðsjónar þegar hugleitt er að þetta vor, árið 2010, eru þar ríflega 300.000 ísraelskir landtökumenn. Þetta var árið 2010. Og það kemur fram síðar í bókinni þar sem fjallar hvernig ástandið er núna nær okkar samtíma, að á þessu svæði sem er minna en Vestfjarðakjálkinn, að þar nálgast íbúafjöldinn nú óðfluga 500.000. Mér finnst þetta skipta máli til þess að aðeins að reyna að draga upp myndina af því sem við erum að ræða hérna. Takk, hv. þingmaður.
Ísland hefur aldrei, ekki frekar en Sameinuðu þjóðirnar, viðurkennt landnemabyggðirnar sem hluta af Ísraelsríki og því ætti ekki að viðurkenna Ísraelsríki sem uppruna þeirra vara sem framleiddar eru í landnemabyggðunum. Framkvæmdastjórn ESB sendi frá sér leiðbeiningar hvað slíkar merkingar varðar árið 2015. Það var tekist á gildi þeirra fyrir Evrópudómstólnum í máli sem höfðað var vegna framkvæmdar franskra stjórnvalda á þeim. Dómstóllinn úrskurðaði í nóvember árið 2019 að fyrirmælin væru í samræmi við reglugerðir ESB rétt neytenda til upplýsinga framleiðslustað vöru. Frú forseti, ég vil benda á það að Norðmenn hafa tekið mið af þessu og á síðasta ári tilkynntu norsk stjórnvöld að merkingin framleitt í Ísrael, eða með leyfi forseta Made in Israel, einungis heimil á vörum frá svæðum sem tilheyra Ísrael frá því fyrir 6 daga stríðið árið 1967. Aðrar vörur þurfi að merkja sem vöru sem framleidd á hernumdum svæðum. Þannig að þetta gert í þetta hefur verið tekið upp í nágrannalandi okkar. En með þessum ráðstöfunum sem þessi þingsályktunartillaga kallar eftir yrði íslenskum neytendum gert kleift að taka sjálfir ákvörðun það hvort þeir vilji styðja efnahagslíf á ólöglegum landnemabyggðum á hernumdu svæðum Palestínu. Það ekki einu sinni víst að sérmerking slíkra vara hefði mikil áhrif á viðskipti Íslands og Ísrael og geti jafnvel haft þær afleiðingar að gera þær vörur sem að skráðar eru sem ísraelskar afurðir síður tortryggilegar. Þannig ég myndi segja að þetta sé mjög hógvær tillaga sem hér lögð fram og hún í samræmi við ályktun Alþingis að viðurkenna Palestínu innan landamæranna frá því fyrir 6 daga stríðið 1967 og talar samt á sama tíma mjög skýrt gegn því að það sé hægt að selja vörur frá herteknu landi án þess að geta þess sérstaklega. Nú að lokum langar mig aðeins að víkja örfáum orðum að seinni hluta tillögunnar sem fjallar það að gera Palestínumönnum kleift að nýta sér kosti fríverslunarsamning EFTA og Palestínu. En slíkur samningur, það var sem sagt gerður bráðabirgða fríverslunarsamningur sem tók gildi árið 1999 en hann hefur því miður í raun ekki virkað sem skyldi og þess vegna mikilvægt að halda honum á lofti. Nú á lokasekúndunum langar mig að segja að því miður verið að selja hér á landi vörur sem eiga uppruna sinn að rekja til hernumdu svæðanna. Það á meðal annars við nokkrar tegundir af víni sem hægt að selja, hægt að kaupa í ríkinu. Mér finnst mikilvægt að við sem neytendur
getum forðast að kaupa slíkar vörur, enda eru þær í trássi við það sem við höfum samþykkt hér á þingi. Þetta er því mikilvægt mál, þetta er réttlætismál, þetta er fyrst og fremst réttlætismál fyrir Palestínumenn en einnig fyrir íslenska neytendur og ég legg það til að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Og það er samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið. Skýrsla Ríkisendurskoðunar innheimtu dómsekta, álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, mál nr. 814, þingskjal 1254, 1 umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir áliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar skýrslu Ríkisendurskoðunar innheimtu dómsekta. En undir þetta álit skrifa ásamt mér hv. þingmenn Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður nefndarinnar, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Hildur Sverrisdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Sigmar Guðmundsson. Við í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd höfum haft þann háttinn á þetta kjörtímabil undir dyggri forystu formanns nefndarinnar, hv. þingmanns Þórunnar Sveinbjarnardóttur, að koma álitum nefndarinnar á dagskrá hér á Alþingi og gera stuttlega grein fyrir þeim og þá jafnvel taka þátt í umræðu eftir atvikum sem fer fram í einni umræðu hér í þingsal. En með bréfi sem dagsett var 16. janúar 2023 sendi forseti Alþingis skýrslu Ríkisendurskoðunar innheimtu dómsekta til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í samræmi við reglur þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar. Úttektin var unnin að frumkvæði ríkisendurskoðanda en hún á rætur sínar að rekja til stjórnsýsluúttektarembættisins á málefninu frá árinu 2009 og 2 eftirfylgni skýrslum. Svo það er augljóst að þetta umfjöllunarefni, innheimta dómsekta, hefur lengi verið skoðunarefni Ríkisendurskoðunar og mér finnst mikilvægt að Ríkisendurskoðandi hefur haldið á þessum málum og fylgt því eftir með 2 eftirfylgni skýrslum. Vonandi þurfa þær ekki að verða fleiri, heldur vonandi tekst okkur að koma þessum málum í viðunandi horf þannig að ekki þurfi frekari eftirfylgni. En frú forseti, ég ætla að rekja í stuttu máli og stikla á stóru meginniðurstöðu skýrslunnar sem og umfjöllun nefndarinnar en ekki að lesa álit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar frá orði til orðs en vísa í það til frekari skýringar og greiningar og skýrsluna sjálfa geta þau sem áhuga hafa á málinu nálgast á heimasíðu Ríkisendurskoðunar til enn frekari glöggvunar. En meðal meginniðurstaðna skýrslunnar er að innheimtuhlutfall dómsekta er lægra á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum. Þannig hefur það verið árabil.
Bent er á að dómsmálaráðuneytið og forverar þess hafi ekki gripið til viðunandi aðgerða til úrbóta þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar Ríkisendurskoðunar allt frá árinu 2009 og tillögur starfshóps að bættu innheimtuhlutfalli sekta og sakakostnaðar og áskorana sýslumannsins á Norðurlandi versla. Og bendir úttektin meðal annars á það að innheimta dómsekta hafi í rauninni versnað frá fyrri úttektum stofnunarinnar. En stór hluti þeirra dómsekta sem kveða á hærri fjárhæðir eru tilkomnar vegna brota á skattalöggjöfinni. Við erum hér því að ræða sektir vegna brota sem eru tilkomin vegna þess að það er verið að fara á svig við skattalöggjöfina, það er að segja að standa ekki skil á þeim sköttum sem lögum samkvæmt á að gera. Og Ríkisendurskoðun vekur athygli á því að þrátt fyrir ákvæði laga sem kveða á að við meiri háttar skattalagabrotum skuli dómþolar sæta fangelsi allt að 6 árum, þá heyrir það til undantekninga að óskilorðsbundin fangelsisvist sé dæmd. Í skýrslunni kemur fram það mat Ríkisendurskoðunar að samfélagsþjónusta geti í mörgum tilvikum verið viðeigandi fullnustuúrræði en bent er á það að það beri að varast að beita henni í of miklum mæli. Slíkt geti dregið úr vægi og fælingarmætti refsinga. Að mati Ríkisendurskoðunar er nýting fangelsisrýma verulegt áhyggjuefni hér á landi. Og bent á það að nýtingarhlutfall fangelsisrýma sé langt fyrir neðan öryggisviðmið þrátt fyrir að boðunarlistar séu langir og að fjöldi dóma fyrnist á ári hverju. Á grundvelli úttektarinnar þá setur Ríkisendurskoðun fram 3 tillögur til úrbóta. Þær fjalla aðgerðir sem dómsmálaráðuneytið þarf að grípa til vegna lágs innheimtuhlutfalls dómsekta, að meta þurfi hvort skilgreina eigi samfélagsþjónustu sem refsingu í stað fullnustuúrræðis og að bæta þurfi nýtingu fangelsisrýma. Ég ætla aðeins að stikla á stóru í umfjöllun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar skýrsluna. Fyrst ber þar að nefna að bregðast þurfi við lágu innheimtuhlutfalli dómsekta en líkt og ég rakti hér þá þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar sér ansi langan aðdraganda sem rekja má allt aftur til ársins 2009. Í áliti nefndarinnar, áliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar kemur fram segir að líkt og fram kemur í skýrslunni er stór hluti þeirra dómsekta sem kveða á hærri fjárhæðir tilkomin vegna brota á skattalöggjöfinni. Að mati meirihlutans er innheimta sektar og sakakostnaðar í óviðunandi ástandi. Það var bent á það fyrir nefndinni að tíð ráðherraskipti og heimsfaraldur kórónuveiru hafi meðal annars valdið því að tafir hafa orðið í þessum málum. En nefndin vill taka það, meirihluti nefndarinnar vill taka það fram
að þessi staða er ekki nýtilkomin en telur hins vegar jákvætt að ráðuneytið hafi nú tekið tillögurnar til vinnslu en fyrir nefndinni kom fram að fyrirhugað sé að leggja frumvarp fyrir Alþingi á árinu sem taka mið af tillögunum og vill meirihluti nefndarinnar hvetja ráðuneytið til þess að halda vel utan um þá vinnu. Vill meirihlutinn líka taka það fram að það er gagnrýnivert að fyrirspurnum Ríkisendurskoðunar hafi líkt og kemur fram í skýrslunni verið svarað seint og viljum við minna á það að Ríkisendurskoðun er stofnun á vegum Alþingis sem fer með umboð með tilteknu eftirliti með stjórnvaldsframkvæmdum og við í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tökum hlutverk okkar alvarlega og okkur finnst mikilvægt að Ríkisendurskoðun sem að er jú stofnun á okkar vegum, hún fái greinargóðar upplýsingar frá ráðuneytum til þess að geta unnið sín mál sem allra best. En líkt og ég sagði áðan þá teljum við það jákvætt að ráðuneytið sé nú að taka tillögurnar til frekari vinnslu og fyrirhugað sé að leggja fram frumvarp. Nefndin fjallaði líka tillögur launaafdrátt og að mati meirihlutans það er fjallað í skýrslunni það að kanna þurfi hvort lögfesta beri heimild til að draga sektarfjárhæðir frá launum en að mati stofnunarinnar þá væri hún til þess fallin að bæta innheimtuhlutfall dómsekta. Að mati meirihlutans þá myndi launaafdráttur fela í sér töluverða breytingu á fyrirkomulagi dómsekta hér á landi og fyrir nefndinni voru reifuð ýmis sjónarmið sem mæltu með og á móti úrræðinu en meirihlutinn telur að þetta úrræði gæti haft jákvæð áhrif á innheimtu sekta og sakakostnaðar og beinir því til dómsmálaráðuneytisins að taka úrræðið til vandlegrar skoðunar. Og eitt af því sem þar mætti til að mynda skoða og var rætt í nefndinni en kemur ekki fram í þessu áliti var til að mynda hvort að undanskilja ætti sumar launagreiðslur frá launafrádrætti. Nefndin fjallaði einnig beitingu samfélagsþjónustu sem fullnustuúrræðis en samfélagsþjónusta felur í sér tímabundið ólaunað starf í þágu samfélagsins sem getur komið í stað afplánunar í fangelsi. Þetta er atriði sem þarf að skoða gaumgæfilega og fyrir nefndinni komu fram sjónarmið mikilvægi samfélagsþjónustu og meirihlutinn tekur undir þau. Við viljum hins vegar draga það fram að Ríkisendurskoðun telur að beiting samfélagsþjónustu sem fullnustuúrræðis í stað fangelsisvistar hafi bein áhrif á slakan innheimtuárangur dómsekta og að mati meirihlutans er mikilvægt að dómsmálaráðuneytið fylgi þessari tillögu Ríkisendurskoðunar vel eftir og taki til vandlegrar skoðunar hvort ákvörðun samfélagsþjónustu
eigi að vera í höndum stjórnvalda eða hvort að kveða eigi slíkt í dómi. En ef það á til að mynda að fara að beita þessu úrræði í auknum mæli þá skiptir það máli að fjalla sig sérstaklega það. Fjölgun fangelsisrýma hefur verið leiðarstef í ábendingum bætta innheimtu dómsekta og fyrir nefndinni kom fram að því sjónarmiði hafi ítrekað verið komið á framfæri við gerð fjármálaáætlunar að auka þurfi fjármagn til málaflokksins. Og fyrir nefndinni kom fram að dómsmálaráðuneytið vinni nú að því að tryggja Fangelsismálastofnun viðeigandi fjárveitingu með það að markmiði að nýta þau fangelsisrými sem þegar eru til staðar. Meirihlutinn brýnir ráðuneytið til þess að vinna markvisst að úrlausn þessara mála en að óbreytt ástand dragi úr varnaðaráhrifum refsinga og auki líkur á fyrningu dóma en við slíkt verður ekki unað. Frú forseti, ég hef gert hér grein fyrir áliti meirihlutar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar skýrslu Ríkisendurskoðunar innheimtu dómsekta sem lögð hér fram til einnar umræðu. Að lokum vil ég segja að ég bind vonir við það að verið sé að taka þessi mál fastari tökum og í mínum huga er það algjört sanngirnismál því að auðvitað á það ekki að vera þannig að hægt sé að komast upp með það að svíkja undan skatti og fara þannig á svig við landslög og koma sér undan því að borga til samfélagsins án þess að viðhlítandi refsing komi á móti og hér getur verið háar upphæðir að ræða og það er ekki gott að þær fyrnist eða það verði á einhvern hátt ekkert úr því að það dregur auðvitað úr fælingarmætti laganna og er ekki til þess fallið að við getum hér haldið uppi öflugu og kraftmiklu samfélagi sem við rekum fyrir almannafé þar sem að allir, bæði einstaklingar og lögaðilar, leggja fram í samræmi við þau lög sem ákvörðuð eru hér á Alþingi. Nú er einni umræðu álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á skýrslu Ríkisendurskoðunar innheimtu dómsekta lokið. Útbýtt er á fundinum á þingskjali 1795 til 1806, endurmat útgjalda fyrirspurn, flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir, á þingskjali 1814, starfsmenn á Landspítala, fyrirspurn, flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir, á þingskjali 1815, kynjahlutfall í háskólanámi, fyrirspurn, flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir, á þingskjali 816, Seðlabanki Íslands, nefndarálit frá efnahags- og viðskiptanefnd. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.